þetta er það sama, ég fáka að virka á Íslandi, varðandi business og auðvitað innleiddi ég mjög mikið þar, en síðan lærir maður rosalega mikið í svona samkeppnislegu umhverfi og öðruvísi kúltúr, Já, síðan adjustar það einhvern veginn, en maður sér alltaf einhver mynstur í öllu, sko. Sama hvort það er boltinn, námið, business á Íslandi, business úti, það er alltaf eitthvað mynstur sem maður getur fylgt, sko. Beggi eða Bergsveinn Ólason eða Beggi Ólafs, bara velkomin í þáttinn. Takk fyrir, það var bara heiður að vera komin. Já, gaman að fá þig. Já, maður verður að kíkja á kallinn hérna og ræða aðeins saman á. Fara þessi við málin. Já, Já, það er ekki hægt að neita því boði. nei. Flestir náttúrulega þekkja þig kannski eða margir sem að kannast við þig sem fyrir fótboltamann eða rithöfund eða núna sem áhrifavald. En förum aðeins tilbaka, hver var Beggi fyrir svona 15 árum? Fyrir 15 árum, þá var ekki bara, þá snýrist lífið bara um fótbolta. Þá var ég bara fótboltastrákur og ætli það hafi ekki einmitt fyrir 15 árum sem lífið á mér hafi svolítið, sko, breyst. Að ég áttaði mig á því, sko, ég var í B-liði í fótbolta á þessum tíma Já, og var að horfa á A-liðið keppa og hugsaði með mér allt í einu bara, af hverju ertu ekki að spila? Þú í B-liði að horfa á A-liðið keppa, hvað rugl er í gangi hérna? En ég fór bara heim og náði einhver lóð sem mamma og pabbi áttu heima í skúrnum og setti það í kringum lappirnar og fór bara út að hlaupa. já, Hljóp ykkur 10 kílómetra og heimskulegt að hlaupa með lóð á löppunum á malbiki en þarna svona áttaði mig á því að ef mig langaði til að ná árangri í einhverju að þá verður maður að leggja á sig og það er undir mér komið. Þú veist, það er enginn að fara, fólk getur stutt þig og svona en í enda dagsins þá er þetta bara þú á móti þér og þá langaði mér að komast í A-lið og þá bara var maður á fullu að æfa og maður mataði í gegn og svefninn og hugarfari og við getum farið meira í það á eftir en fyrir 17 árum var ég bara, já, ég myndi segja að hafi bara aðalega verið að lífið snerist um fótbolta, sko. já, Það var bara eina sem skipti máli í mínu lífi og og þegar þetta greip mig að mig langaði að bæta mig í fótbolta og verða betri og þegar ég komst í A-lið og var síðan fyrir liðinu meistaraflokk og allt í einu var ég með þetta vision bara að stefna í atvinnumennska í fótbolta og það svolítið svona átti líf mitt næstu 12 árin, sko. já, Þannig að snerist bara að fara út að leika sér og lyfta lóðum og hlaupa og æfa og síðan er maður alltaf bara ungur og vitlaus á sama tíma, skilurðu mig? Að maður bara að hafa gaman líka að lífinu og jú, auðvitað, já, ég segi nú oft að þetta hafi verið bæði, sko, það voru fókusinn var eiginlega bara stelpur og fótbolti, sko. já, Það komst var ekkert annað. nei, það var bara lífið fyrir manni, sko. Já, Sko, aðalega náttúrulega fótboltinn, sko, þannig að maður var ekkert að pæla í miklu öðru, sko. já, Maður bara vildi verða bara eins góður og maður gat verið í fótbolta, sko. einmitt. Þetta atvikana sem þú ert að lýsa, er þetta ekki sem þú ert að tala um 2009 sem þú talar um í bókinni? Jú, Þannig að þú ert að horfa á A-lið og skilur ekkert í þig okkur þú ert ekki inn á vellinum og fer kannski fyrst að hugsa kannski að því að þjálfun líkar ekki vel við með eitthvað svoleiðis. já. En hvað heldur að verði svona til þess að hugafærið þitt breytist á þessum tímapunkti? Þetta er nefnilega mjög góð spurning, sko. Ég, það er einhverjir tímapunktar svona áður sem svona kveiktu í þessu hjá mér og ég veit ekki hvort það sé hugsunin sem breytist fyrst eða hegðunin hefur áhrif á hugsunina og ég skal útskýra það meira að ég var í Cooperstesti nokkrum árum undan, kannski 2 árum undan eða eitthvað. Vanlega var ég alltaf með sögun í hausnum að ég var bara lélegur hlaupari, skilurðu. Já, Og var alltaf bara lélegur í Cooperstesti. Síðan einhvern veginn svona án þess að hugsa um það, allan að ég var ekki meðvitaður á þeim tíma, prófaði ég bara að hlaupa aðeins hraðar. Og því ég hljópaði aðeins hraðar og allt í einu bara var ég með fyrstu mönnum og ég var bara svona, já, veitu, ég get þá hlaupið hraðar. Og já, þá er ég ekki viss hvort að hugsunin eða hegðunin hafa áhrif á hugarfarið. Síðan annað dæmið þegar ég var að ætla að fara í MS minnum í menntaskóla, þá þurfti maður að vera með aðeins hærri einkunnir heldur en maður var að fara í Borgó eða eitthvað. Og ég sagði við kennarinn minni, ég held ég komast aldrei í MS og hún sagði, kemst alltaf í MS og langaða. Sem fekk ég bara góðar einkunnir og þá einhvern veginn líka kveiktist þetta svo undirliggjandi, sko. já, En ég man svona sterkast eftir þessu mómenti á vellinum og hvað er þetta? Ég veit ekki hvað þetta en þú veist, ég er ánægður með að hafa verið meðvitaður hvað var í gangi á hausnum á mér og hafi ákveðið að svara kallinu en ekki bara sitja áfram og horfa og kenna já. þjálfaranum og þetta, hann væri hálfviti út eða hann hafði mig ekki í liðinu, sko. Nei, þá verður væntanlega á allt öðrum stað í dag. Já, ég held að ég nefni þetta oft sem svona einn af
ef þú ert heppinn þá náttúrulega áttu svona 5 risastór aha-augnablik í lífinu þínu, sko. Já, Oft gerist það þegar þú ert í einhverri krísu, en það getur líka gerst þegar, þú ert bara opinn og meðvitaður og þetta er svona eitt af 4, 5 risastóru aha-augnablikum sem ég hef svona átt í mínu lífi sem hefur mótað mig og mína lífssögu hvað langmest, sko. já, Af því að, þú veist, það hafði enginn bent á mig eitthvað þegar ég var, þú veist, í B-liði og kannski lélegasti gaurinn í A-liði og hvað þessi gaur, hann á eftir að ná mestum árangri hérna af öllum í fótbolta og verða Íslandsmeistari einn daginn og spila með undir 21 árs landsliðinu. Þú veist, það var enginn sem svona hélt það fyrr en maður byrjaði að bæta sig og fólk sá hvað manni bjó, sko. já, Og síðan yfirfærist þetta bara á námið, skilur. Ég held að ég væri heimskur, skilur. En síðan mætti ég í skólanum og ég byrja, ég náði ég vann ógeðslega hart að mér í fótboltanum og komst svona að réttu aðferðunum og þá varð ég betri. Ætli ég geti gert það sama í náminu? já, Þá byrjaði maður bara að lesa meira og skrifa meira og læra svona námstækni og allt í einu bara flugu einhverjar upp, sko. Þá einhvern veginn, þú veist, nokkrum árum seinna þá var ég svona, kannski er ég ekkert heimskur, ég vinn hart en ég er svona örugglega bara þokkalega gáfaður, skilurðu. já, einmitt. Og síðan fer þetta bara sama í businessin, skilurðu mig. Og þetta er málið með mig, Siggi, og þú þekkir aðeins til mín að ég er aldrei að ofhugsa hlutina, sko. Ég bara geri hlutin Já. og held áfram að gera það því ég veit að ég þarf að vera auðli til að byrja með til þess að verða meistari einn daginn. Þannig að fara út í business, ég var ekkert með bara eitthvað geðveikt skýrt plan að ég var að fara, veist, eins og setja bara plan varðandi businessin. Ég fór bara með svona óskýra hugmynd og síðan keyrði ég bara á hana. Og Já. síðan byggt á markaðnum að þá náttúrulega skýrist sú businessin miklu meira. Stefnan aðlagast. Já, en þú veist, Já. þannig að ég lít á flest allt svona, sko, að þrátt fyrir að ég sé ekki góður í einhverju núna eða veit ekkert hvernig ég fer að því, að þá finnst mér ég alltaf vera tilbúin til þess að taka í rauninni smá áhættu að vera smá bara byrjandi til að byrja með og spyrja spurninga og læra fólki og prófa hluti og ef þið virka geðveikt, haltu því áfram, en ef þið virka ekki, ok, ég meina, skoða þá hvort þú bætt á eða hvort þú viljir virkilega gera það. Já. Og þú veist, og mér finnst það svona einkenna svona mína vegferð. Ég held að, þú veist, innan ákveðna skekkjumarka, þú veist, ég veit ég get ekki farið og orðið NBA-leikmaður eftir 2 ár, sko. Þú veist, ég veit alveg að það eru ákveðið þak, en í flest öllu þá hef ég trú á því að ég gæti masterað ákveðna hæfni til þess að verða bara góður í því, sko. Ef þú er viljan til þess. Ef ég hef viljan til þess og langar til að gera það, þá held ég að lokum, saman hvort það taki 3 ár, 5 ár, 10 ár, Já. að ef ég hef nógu mikla trú á því, þá hef ég alveg viljan til þess að prófa mig áfram og læra og verða góður í daginn, sko. Já. En hvaðan heldur þú svona, fyrir maður tilbaka bara að þessi hugsunarháttu komið frá því, þú veist, að þú hugsa hana, heyrðu, ég hleyp bara hægt og ég er heimskur. Þú veist, hvaðan kemur það? Það sé bara samfélagið sem að móta þið svona, eða umhverfið. Já, en kannski bara, þú veist, átti ég erfitt í skóla? Nei, ég var nú svona þokkalegur. Það er kannski bara, á allan að þegar ég var í námi bara í grunnskóla, þá náttúrulega leggur þið kannski eitthvað fram og eitthvað svona sem farið bara að skýta einhvernir og það kannski vefur upp á sig og það kannski, þú veist, maður er eins og strákar og ég svo sem, ég var ég kannski þokkalega stiltur í tíma en þú veist, síðan var ég bara algjör prakari, sko. Það var bara að hugsa fótbolta og nennti ekki að læra og fannst það bara að vera tímasóun og ég held að það þá kannski umhverfi hafi gert það að verkum og en síðan, þú veist, það sem mér finnst áhugaverðsviki er að, sko, ég held að líka svolítið hafi gerst var að út af því ég var aldrei góður í fótbolta, út af því ég var síðastur af vinnu mínum að geta gert uppbyggingar, af því ég var miklu aumar en þeir, skilurðu, Já. að þá hafi ég fengið svona, og síðan, þegar ég fékk sixpackinn og gat gert uppbyggingar og var betri í fótbolta, þá allt í einu var ég elskaður frá heiminum. Það fekk ég svona validation og þá var ekki, ok, það er eitthvað, þú veist, ég er ekki alveg nóg þegar ég er ekki góður, skilurðu mig, Nei. og þá er ég vitlaus, lélugur, auli og allt þetta dæmi, en síðan þegar ég fæ externa validation frá heiminum, að þá einhvern veginn, þá er ég nóg, skilurðu mig. Já, já. Þannig að það hefur örugglega komið út frá því að bæði út frá samfélaginu og kannski bara
sko ekki nógu mikil þá trú á mér á þeim tíma, sko. Já. Ég get ímyndað mér náttúrulega margir sem upplifa þetta ef ekki bara flestir, sko. Mm. Og það náttúrulega bara mjög svona áhugaverð pæling af hverju hugsunin er þarna og hvað verður til þess að sú breyting eigi sér stað, sko. Já, alltaf einn þema í mínu þjálfunarsálfræðitímum er bara eitt stórt þema er bara liggur alltaf leiðin til að ég er ekki nóg, sko. Já. Og maður er að gera alls konar lítið til þess að verða nóg og díla við það, sko. Verður einhvern tíma nóg? Sko, þetta er erfið spurning, sko. Að einhverju leyti nei. Öðru leyti það virkar vel fyrir suma að reyna að þjálfa nýja að trúa á sjálfu sér og að maður sé nóg. Það sem virkaði fyrir mig var bara samþykja að ég var ekki nóg. Já. Og þú veist, og frekar að snúa því að frá, sko, það sem ég er að gera út frá ótta að vera ekki nóg, út frá ásta að ég vil hámarka það sem ég býr. Ég er svona 99% þar í dag, sko. En 1% er, ég er ekki nóg og það kemur reglulega upp, sko. Og staðinn fyrir að vera eitthvað stöðust á móti, þá leyfi ég bara að vera og ég elska þann hluta við mig, sko. Já. En það er svona smá spurning og mér finnst þetta kannski svona áhugaverð pæling varðandi, sko, maður heyrir svona, já, ef ég er ekki vondur með sjálfan mig og ég er ekki nóg, þá mun ég aldrei ná árangri. Og þú veist, ég held að ótti og skömm og svona alltaf gífurlegu drifkraftur, sko, upp á success. Já. Og það er alltaf að vinna með það en ef þú ætlar að vera í ótta og skömm í ári eða áratugi, bara ég bið að heilsa þér, þú mætir sjálfu þér síðan, þú ert búin að ná þessum árangri sem þú ætlar að ná. Já, Þannig að ef við tökum, sko, árangurspólinn, þá getur það verið árangursríkt, en ef við tökum veljuðunarpólinn, að þá held ég að sé ekki hollt fyrir því að skamma þig í árangur, skilur mig. Ég held að ef þú ert quote unquote góður við sjálfa þig, nú er ég að tala um þið er að gera mistök, í staðinn fyrir eins og ég gerir í gamla daga, bara Beggi, þú ert ömurlegur, hálfviti, fáviti, þú ert ekki með neitt á hreinu, þú ert aumingi, skilur mig. Þetta var bara mat sem allaði hausnum, skilur mig. Já. Staðinn fyrir í dag, ég gerir mistök, split sekúnda bara, ok, gerir mistök, hvað var þið sem gerir mistökin, hvað var afleiðingin, ok, hvað ætla ég að gera næst svo ég kom í veg fyrir þessi mistök. Og þetta tekur mig svona, eftir mistökum, en tekur mig, þetta er lítil mistök og tekur mig svona 2-3 mínútur að greina þetta og síðan er ég bara moving on. Já. En ef þetta er stór mistök sem reynir að svo kerfa á manni, ég man þetta, ég var á annarri önni mín í skólanum og ég, eitt af mínu svona óöryggi er að ég er ekki, sko, er ekki árangursríkur í augum annarra, sem ég er búinn að vinna mikið í. Og ég man því ég fekk þriðja prófið mitt í tölfræði eða eitthvað og ég fekk bara vandræðilega lélega einhvern, sko, var alltaf bara með nánast 10, sko. Ég átti bara erfitt með að einbeita mér í 2 tíma, sko, og bara eitthvað að seytla hérna inn í mér sem ég vissi ekki, sko. Sem fór maður úr tímanum, tók smá göngutúr, náði í blað og penna, fór aðeins að skoða þetta. Þá rakti maður þetta bara til, þú veist, það sem ég var að segja á það með ef maður er lélegur í fótbolta, ef maður er ekki samþykkur, ef maður er góður í fótbolta, ef maður er samþykkur og í góðu formi. Og þannig að ég held, sko, að maður geta alveg verið góður við sjálfan sig, að sýna sér sjálfur pínu svona samkennd, sko, og hvað meina ég með því, það er að vera meðvitaður um hugsanirnar. Það er að átta sig á því að það er allir að díla með einhverja þjáningu og síðan tala við pínu eins og félagi, sko. Ég held alveg að ef þú gerir það, þá held ég að þú verður ekkert minna árangursríkur, eða ef þú verður minna árangursríkur, þá líður þér allan að töluvert betur á leiðina þangað. Já. Og ég held að þú þurfir ekki að berja þig í baki til þess að ná árangri. Ég held að þið getur liðið vel og náð árangri á sama tíma og þá lendir ekki á þessum vegg eftir 10 ár þegar þú er búin að reyna að fylla eitthvað tómarúm varandi einhvern ótta sem þú ert að fjarlæga, skilur, þá ertu búin að vinna í sjálfu þér, búin að vera góður við sjálfa innan gæsalappa og búin að líða vel á leiðinni. En þegar ég segi góður við sjálfa mig, en í staðinn fyrir að kritisera sem eins og ég sagði hann, gagnrýna mig, þá meira teki bara svona analýseringu. Þú veist, það greini ég bara, hvað gerði ég slæmt, hver var afleiðingin, hvernig geti ég bætt það í fram. Og það er alveg hollt samband, skilur, það er alveg gott að greina, þú veist, það sem maður gerir, greina mistökin sín sem maður gera það ekki í framtíðinni, en ég þarf ekki að berja mig niður fyrir það svona mikið, skilur. Það er tvistið þarna. Það er náttúrulega ekki gaglegt, sko. Þetta er bara eins og pælingið við það að þú getur ekki gert eitthvað að hugsa um að ég er svo lélegur, sko. Versus það að hugsa bara, heyrðu, að ég veit ég get gert betur. Nákvæmlega, það er svitsið, sko. Læri ég bara af þessu. En þú talar sér svolítið úr til B-liðinu 2009 og vinnu svo upp í A-liði. Hvað er það sem maður tekur hana við? Þú talar að ferð út að hlaupa með handl og fasta við fæturna á þér. En hvað er svona, þú veist, æfingarlega séð sem
sem að færði þig til þess að ná að koma svo í A-liðið og eins og við talar líka að verða Íslandsmeistari svo seinna meir? Já, ég náttúrulega æfði eins og múkki, sko. Þú Já. veist, ég æfði bara 3 á dag, örugglega alla daga og stundum 3, sko. Og ég æfði ekkert mjög sniðuga, sko. Þetta var mestmegnis svona, ég hélt að það væri samasemmerki milli þess að setja effort í æfingu og það sem myndi fá út úr henni. Já. En seinna meir lærði ég að það fari í ísbæð og rúlla og þeirra dútla, það var alveg jafn mikil æfing og að, þú veist, taka spretti og svona. Það sem ég gerði, ég æfði bara ógeðslega mikið og ekkert alltaf rétt. En þú veist, í því ferðalanlega og lærir svona að æfa sniðuþjálfara. En Já. þetta er allt frá því að, þú veist, lyfta og síðan, það var yfirleitt þannig að ég lyfti, sem tók ég 1 klukkutíma í svona tækniæfingum. Þá var það bara annaðhvort að rekja boltakinn í keilur, senda á milli, taka langar sendingar, stuttar sendingar, allt fram eftir götunum. Síðan var það bara æfing með liðinu. Og síðan í þessu ferðalagi þá fyndi ég opna svona heimurinn, þú veist, ok, ég get æft mig meira, ok, ég hef þess að sýna, ég ætla að vera að komast í A-lið eða að vera atvinnumaður. Það er meira sem ég get. Það er meira sem ég get gert til að bæta milli hámarka líkunar að ég nái mínum markmiðum. Þá var félagið minn að byrja hjá Gils eða eitthvað og ég vissi ekkert að mataræði skipti máli. Þú veist, ég borðaði bara frekar óholt og þá var hann að byrja einhver cut-programmi hjá Gils. Já. Þú veist, það var bara einhver kotasæla og túnfiskur og okkur rugl, sko. Skoðaði mataprógrammi og ég eiginlega bara svona tók rosa mikið frá því. Áttaði mig þá bara, já, ok, það skiptir máli hvernig ég borðaði ef ég ætla að vera atvinnumaður. Þá fer maður í sömu vegferð þar, byrjar að halda allt sem er kjúkling sem er holt og borða KFC og heldur að það sé holt og ferði í smá svona, en það skiptir ekki öllu máli, mér finnst intentionið og svona áætlunin bak við það að þú sért að gera það skiptir máli því þú lærir á leiðinni, sko. Já. Síðan byrjar maður eftir mataræði, þetta gerist eftir kannski ár og síðan annað ár og eftir mataræði þá er maður bara, ja, svefn skiptir máli, hvernig get ég bætt svefninn og síðan alltaf bara kom hugafarið svona síðastæðurinn, bara svona mental fitness, þú veist, hvernig get ég notað núvitund og hugleiðslu þjálfun, sjómyndaþjálfun, Já. í að, þú veist, ímynda mér að ég sé að eiga heppna sendingu og skora mark í fótboltaleik og æfingu og get ég haft markmið fyrir hverja æfingu og síðan eftir það kom recoveryð, bara rúllan og ísbaðið og ennþá meira svefnin og þannig svona bara gekk í dag og síðan tók maður, sko, við spólum bara eins fram, sko, þannig að var maður komin í FH-hana að verða, sko, Íslandsmeistari á maður alltaf bara fyrir það árin ég fór í FH og byrjaði maður að prófa plöntufæði og eitthvað sem kveikti í því var bara ég horfði á einhverja mynd að einhver, þú veist, og ég er svona svampur, sko, og einhver gaur sem var að boxa og sagði hann recoveraði hraðar við að borða bara plöntufæði og mér fannst það illa áhugavert fyrir einhvern sem var tilbúinn að skoða alla litlu prósentuna til þess að vera árangursríkur. Já. Ég prófaði það og leið bara vel og átti mín bestu fótboltaár örugglega á plöntufæði, en þú veist, síðan get ég debatað það við sjálfan mig í dag, sko, hvort það hafi verið best fyrir mig á þeim tíma, sko. Síðan bara einhvern veginn, þegar bara komið með þessa venjur inn, þá einhvern veginn skýrast betur, þú veist, þá fyrir maður að æfa ennþá sniðugra og maður fyrir að borða ennþá sniðugra og maður fyrir að recovera ennþá sniðugra. En fyrst maður bara smá að gera eitthvað, sko. Já, læra sig áfram bara. Já, í rauninni, sko. Já. Það tekur bara tíma, sko. Nú ég er að spanna yfir eitthvað, sko, svona 5-6 ára tímabil núna, sko. Já, hvaða ár varstu Íslandsmeistari? 2016. 2016? Já. Já. En var ekki alltaf, stefnan var alltaf að vera atvinnumaður í fótbolta, var það ekki? Jú, það var alltaf stefnan, sko. Og atvinnumaður fótbolta fyrir utan Ísland, sko, að maður alveg fara rauk fyrir því að maður hefði verið hálfgerður atvinnumaður eftir sína fyrst íbúð fyrir launin og maður var góða launum og bauðst tækifæri að fara til Svíþjóð einu sinni árin ég fór í FH en það var ekki nógu spennandi og síðan var ég bara var með agent en það bara árin ég fór í FH þá var ég ekki með neitt samning og hann þurfti enginn að kaupa mig og það var bara ekkert lið sem vildi fá mig á Norðurlöndunum, sko, að samkvæmt agentinu mínum, sko, og þá fór maður alltaf bara í FH og já, og maður segja kannski að draumurinn hafi svona farið þegar ég fekk nýjan þjálfara í FH og ákvað síðan að fara aftur í Fjölni, sko. Það hafi ég misst þann draum, sko. Já, hvað áhrif heldur að það hefði haft á þig? Gigantísk. Alveg massív, sko. Það var þegar ég fór tilbaka þú missir tilgang og passion fyrir einhverju af því að það sem einkenndi mig var minn leika bara þvílíkt passion og þú missir
passion og tilgang, þá var svolítið erfitt að svona forsa hann. Já, Og ég var að reyna að forsa hann með því að líta meira á mig sem leiðtoga, þú veist, af því ég í gamla daga þurfti ég alltaf að taka pressu af mér fyrir leiki til þess að vera í réttu ástandi þegar ég var að keppa. Nota núund undir réttu tónlistina, tala vel til sjálfur míns og okkur svona. Ég var hann eldri og að þessu tímabili, þá þurfti ég alltaf að setja meiri pressu á sjálfan mig. já, Mér var slétt sama ef ég var að gera mistök og tapa leiknum, sko, fyrir mig. Þá þurfti ég að eins að reversa þetta bara, ok, en þú ert leiðtoginn í þessu liði, þannig að þú ert að bregðast liðsfélögunum ef þú gerir mistök. já, Til þess að ég yrði meiri klár. Ég fekk alveg smá tilgang á því að vera leiðtogi, en aldrei eins mikið eins og því ég var stefni í atvinnumennsku. Og þá kom svona 1-2 ár af smá svona existential spurningu sem bara dundu á hausinn á mér, sko, af því að við sögðum áðan ég var bara búinn að vera að einbeita mér af fótbolta og kærustunni þá á þeim tíma. já, Þá byrja bara svona aðeins að hugsa bara, veist, hver er Beggi fyrir utan fótbolta? já, Hvað finnst Begga gaman að gera og hvernig lífin að lifa og hvað skiptir máli í þessu lífi og þá opnast svona ákveðin, þá hugsaði ég, þú veist, ok, ég getur verið betri fótboltamaður og betri í skólanum og getur verið betri maki? Já, vilt þess að vera betri maki. Betri vinur? Já, fjölskyldumönnum já. Getur verið ennþá betri í sálfræðinu og öllu því. Þannig að opnaðist bara svona annar heimur fyrir mér sem var svona erfitt að kljást við en mjög svona þakkláttur fyrir það í dag af því þetta náttúrulega leiddi mig að öðru augnabliki sem gjörsamlega breytti bara öllu, sko. já. En hvenær er það svo sem þú hættir alveg í fótboltanum? Mm, Hvað árið er það? það er, ég hætti árið 2020, 2020. já, í COVID. Já, já. Það var það tímabil. Varstu þá búinn að gefa út 2 bækur eða? Nei, ég er ekki búinn að gefa neina bók. Nei, þú gafst út eina bók 2020, eða ekki? Jú, í október 2020 gaf ég mér fyrsta bók út. Já, já. Hvað verður svona til þess að, þú veist, samhliða fótboltanum að varstu komið með þessa hugmynd að ætla að gefa út bók á þessu tíma? Það var svona pínu undirliggjandi, sko. Já, Í þessari vegferð hjá mér að skoða allt hvað skiptir máli í lífinu, þá var ég náttúrulega að læra master við hliðina á fótboltanum í vísindi vellífunar og coaching og það svona kom bara upp í hausinn á mér, þú veist, þá var maður svo leitandi, sko, hvað er purposeinn nýi, skilur mig, af því ég var Já. að missa hann í fótboltanum. Og þá fekk ég náttúrulega bara þessa briljant hugmynd að koma hugsun upp í hausinn á mér sem sagði bara mér, Beggi, þú finnum bara út hvað einkennir gott líf eða innihaldsríkt líf og síðan bara kennir fólki að upplifa það. já, Og ég held að myndi taka 2 vikur, ég var alveg klár bara að mappa þetta og síðan bara ætlaði að byrja að kenna þetta, sko. En þú veist, á 3. deginum þá bara lesandi einhverja vísindagreinar, þá var ég bara, shit, þetta gæti orðið mitt lífsverk. Þá fór maður að skoða allt sem tengist því, skilur, þá byrjaði maður Já. að bótsa meira, byrjaði að public speaking og það varð til þess að verkum að það var einhver undirliggjandi hugmynd að hafa bók. Síðan var það bara randomly, ég vissi að Sölvi Tryggva var búinn að gefa bók hana árið áður eða 2 árum áður og við svona, var eitthvað að spyrja hann um útgefanda og hann tengdi bara við sögur, Tómas kóngurinn, tengdi mig við hann og ég var á fund með honum og útskýrði svona hvernig bók ég vildi gefa út og var með, þú veist, man ég hvort ég var með útlínur á bókina og fyrstu kannski 3 kaflar. Já. Hann las í það fyrir fundin, spjallaði þess við mig og síðan sagði hann við mig bara, ef ekki bara gera þetta? Og ég var bara, holy shit, og bara hvernig þarftu að fá allt draftið? Já, bara eftir 3 mánuði. Og þá var ég bara, ok, þannig ég fór bara næstu 3 mánuði og var bara eina sem ég gerði, var bara að skrifa. Já. Og þá skrifa ég alla vitneskuna frá, þú veist, coaching tímanum og alla fyrirlestana, því ég heldur fyrirlestara allan að hvernig ég gerði það, þá er þetta svolítið að vera búin að setja hugsanir í ákveðinn farveg. Og ég er búinn að læra svo mikið á því og líka búinn að vera í podcasti líka hana að í rauninni var ég bara að taka allt sem ég vissi og var búinn að læra og setja það í svona form. Já, formataða bara. Já, og það hjálpaði mér rosa mikið að vera með þann grunn upp á að geta skrifa bókina svona ótrúlega hratt, sko. Já, þú varst þannig að byrjaði sér að vera með fyrirlestana og varst líka að byrjaði þá með podcastið þitt. Já, ég byrjaði með fyrsta podcastið mitt sem ég var með Arnóri sinni hérna Millivörun sem var bara eitt af fyrstu podcastunum hérna á Íslandi, sko. Já, ok. Að þú veist, eitt af svona fyrstu vinsalum. Þá
voru búin að gefa út einhverja, það var svona 2019 sem ég verið í. Já, Það voru búin að gefa út 2018, 2019. Það voru búin að gefa út einhverja nokkra þætti, 25-30 þætti. já, Þannig ég var búin að byggja pínu svona grunn og ég byrjaði að kótsa á þessum tíma, samhliða náminu og mann bara hendi djúbuleguna. Og síðan kannski þetta er áhugavert af því að síðan er gamli vinur minn og þjálfarinn minn sem spyr mig bara ekki hvort að Origo biður mig reyndar að halda fyrirlestur. Ég held fyrirlestur fyrir Origo, var plöntufæði íþróttir hana 2 ára áður. Síðan kemur sér vinur minn og spyr mig bara Beggi að ég vill ekki bara halda fyrirlestra. Ég skal bara sjá alla bókarinnar og bara keyrir á þetta og þá byrjaði maður bara að gera það og vissi náttúrulega ekki hvað var að gera og væri ekki til að sjá upptökur af þessum fyrirlestrum í dag sko. nei, En það sem ég er að nefna hérna, ég var að segja að ég hafi áttað mig á öllum þessum hlutum, en þegar það sem hefur verið blessun í mínu lífi líka er að akkúrat réttu einstaklingar koma inn í líf mitt á réttum tíma og sjá eitthvað sem í mér býr sem ég sé ekki alveg já, og hjálpa mér að uppfylla það sem í mér býr í rauninni, skilur mig. Þannig er ótal mörg tilvik sem aðrir hafa spottað eitthvað hjá mér og hafa gefið mér tækifæri og treyst á mig og investað í mér, sko, já, sem ég er gífurlega þakklátur fyrir, sko. Af því þetta er ekkert allt, ég get sagt hérna að þetta sé self-made og þetta er bara ég og ég vinn hart og okkur svona, en síðan er bara fólk sem sér eitthvað í þér, lyftir þér upp, gefið þér tækifæri af því að sér að býr eitthvað í þér, skilur mig. Þannig að það er ekki síst öllu þessu fólki að þakka að ég sé allan á svona vegferð sem ég er á í dag, sko. já, einmitt, hjálpar að móta stefnuna. Alveg 100%, ég vissi ekki sem hvað doktorsnám var fyrir 3 árum, sko. Nei, Ég bara, doktorsnám, hvað er það? Í hugmynd, sko, þá kemur einhver bara virtasti vísindamönnum á Íslandi sem segir bara, Beggi, ég held þú er að vera í doktorsnám, ég held þú er að gera í Bandaríkjunum. Og maður er bara svona, hvað með, hæ? Síðan allt í einu bara, keyrir maður það og vera svona, já, að njóta afurðina af því, svona, hvað á hverju, sko. já, einmitt, einmitt. En þú, sem sagt, þú gefur út þessar 2 bækur, byrjar aðeins í podcastinu og ert með fyrirlestrana á þessum tíma. Sem sagt, ein bóki sem þú gefur út er 10 skref í 8 innihaldsríku lífi. Af hverju er það innihaldsríkt líf í staðinn fyrir hamingjusamt? Hver er munurinn þarna? Sko, það hafa allir upplifað það, held ég, að fólk er að bíða eftir eitthvað gerist svo að geti verið hamingjusamt. Hvort sem maður er að klára erfiða vinnudörn, fara í frí, klára gráðuna sína, fá draumadjobbið. Og það sem gerist er að þegar þú færð draumadjobbið, og í mínu tilviki þegar ég varð Íslandsmeistari, eða þú kemst í þetta frí og verður ánægður í pínu stund, skilurðu mig? Og síðan bara, í nokkra klukkutíma síðan bara daginn eftir ertu bara, og ég ekki vera hamingjusamur. Og maður ekki líða vel og allt á hreinu og ekki lífið bara vera bara settla og held að allir vera á þessum stað. Og ég held að út af því að við setjum svo mikla væntingar á þennan stað að verða hamingjusamur, að þá, það sem gerist að verkum að þegar við mætum á staðinn að þá verðum við fyrir vonbrigðum, upplifum pínu hamingju kannski einhver tíma og síðan förum bara í burtu. Og ég held líka bara, og ég held að sko hamingja basically er bara, allan ef við tekið þetta bara út frá vísindunum, að þá er svona hamingja í rauninni skilgreind að líða vel í lífinu og líða vel með lífið. Já, Að líða vel með lífið er meira svona að þú ert ánægður í heild sinni með lífið þitt og líða vel í lífinu, það er bara merkir á sem er mikið magna jákvæðum tilfinningum í þínu lífi og lítið magna af neikvæðum tilfinningum. Það er svona, það flestir segja þessu hamingjan þá er örugglega að upplifa skora mjög hátt á jákvæðum tilfinningum og líða mjög ánægðarlega með lífið. Og það er alltaf fínt, flott að stefna á innlega jákvæða tilfinningar í lífinu og svona, en ég held að hamingja per se að stefna því sem eitthvað endatakmark. Fyrsta lagi þá er það áhættu fyrir þunglyndi og einmanaleika og líka það að lífið er ekki bara hamingja nei, og hamingja er meira svona sko innihaldsríkt líf er meira dýpri, kannski ekki morða það dýpri hamingja, það er meira að finna tilgang á leiðinni og gleði á leiðinni og meira að finna ánægju í persónulegum þroska og dýpka tengsliðin í lífinu og þroskast. Og ég held að þegar þú ert með bæti tengsliðin og ert að stefna á að þroskast og ert með tilgang, þá þegar lífið hendir á því einhverju, því að lífið er ekkert auðvelt sko,
að lífið er mjög erfitt og þegar lífið hendir á einhverjum challengeum, þá ertu ekki að vera hamingjusamur Nei. og hamingja getur kannski bufferað það að þú komist úr erfiðleikunum, en betri held ég mótefni við erfiðleikum er að lifa innanríku lífi, að vera búin að hafa skýra stefnu og sýn á framtíðina og vera búin að þroska samböndin þín og vita svona smá hver þú ert og hvað þú stendur fyrir og allt þar fram undir götunum og vera hálfgerðingu dygða, þú veist, að vera með ákveðna styrkleika og ákveðin gildi sem þú bara stendur fast í og er með mikið integrity þar, þá ertu bara þá er það dýpri hamingja og þú ert líka klárar í þegar það verður eitthvað kaos sem hendist í lífið þitt og þú ert líklega til að komast yfir það, sko. Já. Þess vegna vil ég meina að þú er að stefna af innanríku lífi, af því ég held að vera hamingjusamur öll tíma er bara orðið raunhæft. Það er ákveðin áhættuþáttur að stefna af hamingju og ég held að það sé bara betra að stefna af innanríku lífi af því að lífið er erfitt. Já, einmitt. Það er mjög góða punktur, sko. Já. Alltaf bara hæð og læði bara eins og í öllu öðru, sko. Já. En hvernig er svona, þú veist, talandi þetta innihaldsríkt líf? Hvað er svona þú væntanlega verið að aðstoða í coaching-prógraminu hjá þér, svona aðallega þar við að stefna að innihaldsríku lífi? En hvað er svona sem að þú hefur tileinkað sjálfur sem hefur kannski hjálpað þér hvað mest? Ég lifa innanríku lífi. Já. Og vera ekki tengja hamingjuna við einhvern svona árangur. Já, þú veist, já. ég verð ánægður þegar ég klára doktorsnámi, ég verð ánægður þegar við komin til LA. Já. Hvað hef ég gert? Ég hef gert rosalega mikið. Ég held að það sem einn þáttur er að ég hef alltaf haft sýn á framtíðina. Þannig að ég svona veit sirka hvert ég er að fara. Hún hefur ekkert alltaf verið skýr, en ég veit sirka hvert ég er að fara. Síðan hef ég alltaf verið markmiðadrifinn. Þannig ég sé alltaf á hálfsársfresti, þá sest ég niður, skrifa langtíma sýn á framtíðina og skrifa síðan 8 markmið og undirmarkmið og af hverju og hvernig ætla á þeim og allt þetta. Þannig að ég held að hafa markmið og stefna að þeim er eitt af því sem hefur gert líf mitt miklu innanríkara. Síðan held ég að það sem ég hef gert meira að ég er mikill aðdáendur flæðis sem er flow stateið. Já. Og það er kallinn Csikszentmihalyi sem fann það upp, hann bjó til prógramið sem ég er núna í skólanum og advisorarnir mínir unnu náið með honum. Flæðið er semst bara ástand sem þú upplifir þegar svona núvitund á sterum basically, þú er bara algjörlega inn í núverandi augnabliki og þú ert vanalega að díla við einhverja áskorun sem þú samt mattsar hæfnina í, skilurðu mig, og þú bara gleymir stað og stund og þú er bara hámarka frammistöðuna og þér bara líður þokkalega í þessu ástandi og þú svona gleymir sjálfu þér. Ég lendi í þessu þegar ég er að skrifa, ég tek kannski erfitt hlaup, þegar ég kannski eins og núna er ég örugglega í flæði, þegar ég er samræðum við fólk og þetta hefur klárlega gefið mér rosalega mikið. Ég held að það sem gefur mér rosalega mikið líka að lifa innanríku lífi er að vera í góðu tengslum við fólk sem ég þykir vænt um, bæði þá vini mína og fjölskyldumeðlimi mína og svolítið bæta samskiptahættina mína við þau, hlusta mikið, leggja sjálfan sig pínu til hliðar, spyrja spurninga, kæla eins í egónu, þá þurfum við stígum stundum í þess ekki. Og nota ákveðna svona taktikar sem ég hef lært í náminu og svolítið svona sem maður lærir í coaching líka til að efla tengsli mín. En líka, þú veist, það sem ég gerir líka til að lifa innanríku lífi er ekki bara náin tengsli á mér, ég finn gífurlega gleði í því og tilgang og að tala við fólk sem ég þekki ekki, sko. Bara kynnast nýjum bara. Kynnast nýju fólki, bara eins og þetta er svo algengt í Bandaríkjunum, það er bara fólki sem vinnur á kaffihúsinu sem ég fer á hverjum degi, við erum bara vinir, sko. Já. Við bara förum yfir allt og bara erum góðir vinir og ef þú ert í röðinu einhvers staðar, annars staðar, út að borða eða í matvörubúðinni eða eitthvað svoleiðis að bara tala við fólki bakvið og fyrir fram að þér, sko, og fólk sem er að vinna og aðeins að og það er svona gleymdur eiginleiki í okkar svona innanríku lífi. Ég held að sambönd séu mikilvægasti þátturinn í að lifa innanríku lífi. Þannig að ég er bara markmið flæði og síðan meira við klálega núna finnst mér náttúran gefa mér rosa mikið, sko. Að vera í tengslum við bæði bara að hlaupa fjöll og vera á ströndinni og fá bara nógu mikla stertingu við náttúruna og það er held ég þeir sem verja 20 mínútum á náttúru á viku, þeir hafa hærri veljan heldur en þeir sem gera það ekki, sko.
Það virðist vera einhver svona maður vill bæta sinni vellíðan þá fær maður í 20 mínútur í vikuna allavega og síðan gæti ég þulið margt annað upp, sko. Síðan er það kannski, þú veist, ef við tölum bara þrautseigjuna, sko, af því að, þú veist, maður svona, þú veist, það er ekkert að lifa einarslíku lífi er ekkert að vera laus við erfiðleika, sko. Nei. Og, að díla við smá sársauka og, ég hef gert það svona undanfarin 3 ár eða kannski 2 ár á undan þessu ári að díla með ákveðinn sársauka og það sem gerði mitt líf inni aðeins í þá var svona bæði það eins og ég er búinn að nefna að hafa markmiðin af því það hélt mig gangandi og sýnina og tilganginn og síðan að hafa gott support network hjá sér. Þú veist, maður áttaði sig á hvað maður hafði þegar maður lenti í einhverjum erfiðleikum hvað maður átti góða vini og fjölskyldumeðlima sem stigu upp þegar tíminn var sem erfiðastur og líka svona það sem mér finnst kannski kannski síðasti, ég get haldið endalaust áfram sig en þá tölum við ekkert neitt annað, sko. Þannig að það sem síðasta kannski sem ég vil nefna er að sem mér gerir svona mitt líf innihaldsríkt er svolítið að vita söguna mína, sko. Finna þá merkingu úr erfiðleikum, þú veist, þegar að díla við einhverja erfiðleika, þegar maður er í miðjum storminum og eftir þá getur maður svona fatta bara, veitu, hvað gerðist, hvað lærði ég af þessu, hvað Já. breyst í mínu lífi og það sem mér finnst gefa mig hvað mest er að vita eins og við erum að tala augnablik og vita hvaða fólk hefur haft mest áhrif á mig og hvernig saga mín basically er sem getur breyst. Mér finnst rosalega gott fyrir mig og fyrir mig að lifa einhverju lífi það er að vita sögur mína og vera stöðugt meðvitaður og reflekta hvað var að gerast og túlka hluti sem gerast í lífinu á jákvæða vegu. Þú veist, og stundum það maður að breyta því, skilurðu mig. Maður lendir í, nei, maður ekki lendir í. Ég og fyrrverandi kærastan hættum saman. Fyrsta sem kemur er bara, ok, skömm. Þetta er eitt hluti að vera árangursríkur, það er að vera, vera í sambandi. Þú veist, það er eitt markar á árangri í lífinu, ok, það er skömm, ok, ógeðslega óþægilegt, þú gerir örugglega fullt af fucking mistökum, sko. Oj, hvað það er óþægilegt. Þvílíkur auglýsing, maður. Fyrst fer maður í þetta og bara, síðan einhvern veginn nær maður að, þú veist, greina þetta eftir og tekur smá tíma og maður er að leyfa sér aðeins að þjást og vera góður við sjálfan sig í þjáningunni og faðma sársaukann. Þá áttar maður að sjá bara, já, ok, hvað lærði ég? Já, ok, ég lærði að ég hefði getað gert helling betur. Ég lærði rosalega mikið hvað mig langar að vera í sambandi. Ég lærði rosalega mikið að díla við sársauka. Hvað ég geri því að díla við sársauka sem hjálpa mér rosalega mikið í framtíðinni. Þannig að, og þú veist, og ég lærði á, þú veist, hvað ég vil virkilega í lífinu og ég lærði hvað ég vill og þannig að sagan fer frá því að vera aumingi og með skömm og eitthvað svona í einhvern lærdóm sem hjálpa mér í framtíðinni. Svona túlkum við sögun okkar og mér finnst þetta rosalega mikilvægur hluti í að lifa innihaldsríku lífi. Það er að vita hvaða sögu þú ert að fylgja og hvort þú getur þá breytt eitthvað við söguninni og ert að fylgja rangri sögu, sko. Já. Því að þú ert að gerast hlutir og það er raunveruleikinn en þú ert líka höfundur af sögunni, skilur mig. Þú getur breytt. Höfundur og aðalpersóna. Já. Já. Þannig að, já, það er svona, ég geti haldið endalaust áfram. En þetta var svona eitt annað aha moment sem varst að tala áðan, það var þegar þú og kærastan hættu saman. Já, ég myndi segja annað aha moment var örugglega því ég ætla að kenna öllum hvernig ætla að lifa innihaldsríku lífi. Já. Síðan var þriðja örugglega, við getum farið í það sinna, þetta er sennilega, já, 4. svona aha augnablikið mitt í lífinu, það er svona 4. örugglega eitt af því sem hefur haft hvað mest áhrif á mig, myndi ég segja. Já. Það er svona fyrir þetta og var ég bara Gert þig að betri manni. miklu betri, ég sagði alltaf fyrir þetta, sko, ég frekar, þú þekkir mig, ég frekar hamingjusöm gaur, þú veist, Já. ég bara, lífið er bara mjög gott, sko, bara frekar jákvætt og maður er með orku og allt það. Og ég hélt ekki að ég geti upplifað einhverja alvöru veruleika, ég held að aðrir geti gert það, en ég var svona, ég geti upplifað. Síðan bara, búm, er bara kýli lífum hann sér niður, sko. Já. Og þú veist, fer í gegnum alls konar erfiðleika, missi og síðan dó fjölskyldumeðlimur hann stuttu seinna og síðan flutti maður út og nýhættur í fótbolta og alls konar rugl í gangi, sko. En þú veist, ég myndi ekki segja þetta, ég myndi ekki óska neins að upplega einhvern sársauka, þú veist, hvort sem það er minn sársauki, einhver annar sársauki, en ég er ekkert eðlilega þakklátur fyrir að fara í gegnum þetta, sko.
Já, gerir maður miklu stærri og þroskaðri einstakling, sko. bara góður skóli og bara styrki. Það geggjaður skóli og var ekkert var í einhverju sögu nema að var ekki búinn að, taka nokkur misstíga sig aðeins og verða aðeins kýldur í andlitið og Já, það er ekkert mál að það er ekkert mál að, að vera, sko, keyra allt í gang og vera bara svona drifkraftur í þér og allt svona þegar allt gengur vel, sko. En þú veist, þegar gengur illa þá fer svolítið að spyrja hvers konar manneskja þú ert, sko. já, Þú einmitt. lærir bara rosalega mikið af því, sko. Já, læri mest á sjálfa en þá. Það hefur verið minn stærsti skóli, alveg 100% svona persónulega og líka örugglega faglega, sko. Einmitt. En það er náttúrulega eitthvað sem er bara garantít eða staðfest í lífinu er að á einhverju tímapunkti munum við allir upplefa einhverja erfiðleika, sko. Já, Það já. er ekki alltaf bara að dansa á rósum. Nei, og þá líka, sko, verður maður töluvert þakklátari líka fyrir að upplifa þær jákvæða tilfinningar og hamingju per se eftir að maður fer í gegnum erfiðleika. Já, Kann maður að meta það miklu meira. Meta miklu meiri smærri hluti og líka að því sögðu, þú veist, jú, þetta voru erfiðleikar sem ég fer í gegnum. Ég veit ég er að fara að mæta stærri djöflum í framtíðinni, sko. já, Það er bara að fara að gerast, það sko. er klárt. Og þú veist, þetta undirbýr mig undir það og ég er ekki að bíða eftir því það gerist, en ég veit að það munu gerast og verða kannski 10 sinnum stærri en þetta, skilur mig. Já, Þá er það bara annað verkefni. já, einmitt, einmitt. Þú óskar ekki þess að lífi verði auðveldara, bara þú eru sterkari. Já, það má alveg orða það þannig, sko. Og þú veist, auðvitað getur maður orðið sterkari sig eins og að sækja í viljandi þjáningu, Já, þú veist, í spaðir, hlaupa og í erfiðum samtölum og aðeins að þroska þig áður en stormurinn kemur og þá held ég að verði betur undirbúinn þegar hann kemur, en síðan náttúrulega bara þegar hann kemur þá er það bara, þú veist, þú getur bara undirbúið á ákveðið máta fyrir það, sko, en síðan er bara ákveðið kapp þar. Síðan er bara, getur lífið bara sent þig á kollinn, sko. já, Þá náttúrulega hefst bara sjálfsöryggi og lærdómur og sem vonandi, ef þú ert sterkur gegnum það, þá vonandi gera það þig að það er það að fara að gera það að betri manneskju, ef þú vilt það. já, einmitt, einmitt. En svona aðeins að því að þú flytur núna bara til Los Angeles, hvað er búin að vera þar í 2-3 ár eftir þetta sem þú varst að nefna. Hver er svona ástæðan og velur að flytja þangað á öllum stöðum í heiminum? Sko, það er, Siggi, það er mjög góð spurning af því að ég veit ekki hvort að, og þetta hljómar rosa spiritual, en ég veit ekki hvort að ég hafi valið þennan stað eða hann hafi valið mig, sko. Já, Ég útskýra aðeins af því að ég var aldrei á leiðinni út. Það var bara því að kærasta mín var flutt til London og ég var heima eitt kvöldið bara eitthvað að nördast og allt í einu sá ég bara einhvern háttsettan í mínu námi vera auglýst eftir doktorsnema og nokkrum, þú veist, vikum áður var búið að segja við mig að vera í doktorsnám og í Bandaríkjunum og allt það. En ég bara, allt í einu var klukkan 10 og ég bara skrifaði umsókn. Klukkan allt í einu orðin 2 og svo ég sendi umsóknina. Og síðan eftir þetta var ég eitthvað svona, já, byrju, ég er búinn að sækja eitt skóla, þú sækja ég bara ekki eins marga og ég get. En ég mappaði bara út 16 skóla. já, Bara, þú veist, allir ævilíksskólanir og allir skólanir sem ég hafði áhuga með prógram í annarkvort í vinnustaðasálfræði eða bara sálfræði og síðan vissi ég ekki fyrir 2 dögum áður að það var sumir skólar sem voru ekki með að kallast GRE-test sem er bara svona til að testa bæði tölugáfuna hennar og orðaforða gáfur hjá þér í rauninni. Ég veit ekki hvort ég sé að transfera þetta vel yfir á íslensku, en ég vissi það bara 2 dögum áður og fólk læri fyrir þetta próf í ár og svona. Já, bara shit. Það bara hringi pappa og pappi getur ekki henni eitthvað algebru og síðan en ég hugsaði bara með mér, já, ég fer samt, þú veist, ég var að sækja 16 skóla og svona, það er einu sem vantar inn í örugglega 14 skólana sem voru að vildu fá þetta. Ég tók prófið og skeiti bara bak, skilurðu mig, ég var ágætur í að því ég er með mjög góða, ég myndi segja ég væri gáfaður orðarlega séð ef ég orðaði þetta rétt, en tölunar, ég er ekki eins góður þar. já, Þannig ég skeiti á mig í þeim part og allavega það gerir það að verkum að ég hef örugglega verið skrýnaður út úr bara sennilega 15 skólum af 16. Og þessi skóli sem
ég var að fara í, það var nokkur skólar sem var búin að leggja þetta niður í einhver smá tíma út, það var COVID og eitthvað svona dæmi. Þannig að allt í einu fékk ég bara e-mail, heyrðu, við viljum fá viðtal við þig frá Claremont Graduate University, hérna er linkur til þess að bóka viðtalið. Ég er bara eitthvað skrifstofu að maður, heyrðu, það er spott á eftir klukkan 5 þar, klukkan 2 sko. Ég var bara, ég tek það. Síðan var ég bara að funda að gera eitthvað annað áður og síðan mætti maður bara í viðtalið og bara spjallaði skilur mig og allt í einu bara, síðan 2 vikur seinna sendi prófessorinn og advisorinn minn sem ég er með í dag, sendi bara til hamingju úr skólinni Claremont Graduate University. Og í þessu ferli náttúrulega öllu saman og þá var ég byrjaður í doktorsnámi á Íslandi og ég lenti upp að kant við leiðbeinanda minn og það splundraðist allt saman á það verkefni og ég var í ferli að fá nýja leiðbeinanda og nýtt verkefni og ég var svona að ákveða mig á milli að fara til Bandaríkjanna að vera hérna heima í doktorsnámi því ég var náttúrulega búinn að ná bara góðum árangri hérna í því sem ég var að gera á Íslandi og ég sá bara fyrir mér ennþá árangursríkara líf hérna heima. Já. En þetta var svolítið kall til ferðalags svolítið svona út í og svona ævintýri út í heimi og fyrst sagði ég nei og ákvað að vera heima og þegar ég var búinn að segja nei þá áttaði ég mig á því bara þetta var enga ákvörðun sko. Já, stór mistök. Stór mistök, þannig að ég var í 2 daga að hringja alla vini mína og alla svona sem ég þekkti sem ég tristi og það svona, er þetta rétt ákvörðun? Og þú ert að gera það, þá vistu að þetta er enga ákvörðun. Og það leita eftir validation frá öðrum til að segja hvað er rétt. Einmitt. Þú veist það sjálfur alltaf. Já, þannig að þann dag með því ég ákvað að fara og blessunarlega þá var skólinn í Los Angeles, ég sagði alltaf við mig að ég myndi flytja til, ef ég myndi flytja til Bandaríkjanna einhvern tímann, þá væri það annarkvort New York eða Los Angeles. Já. Það blessunarlega var þessi skóli í Los Angeles og einmitt sú sálfræði sem hendar mér hvað best og ég hef mest áhuga á og ég hafði kannski minni áhuga á hinum prógrunum. Þetta var eina námið sem ég var bara svona, þetta er akkúrat ég, skilur mig. Já. Þannig að þú veist, að ég hafi komist inn í það og að ég hafi farið og að ég hafi verið í Los Angeles, það er bara, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það, sko. Þannig að það er eins og það hefði bara valið mig heldur en ég hefði valið hans skóla, sko. Já, ótrúleg tilviljun. Já. En hvernig er núna að nútið, þú ert sem sagt, ert í náminu, ert aðalega í því og svo ertu náttúrulega að lifta og æfa á milljón. Hvernig er svona lífstíllinn þarna úti frábrugðinn því eins og að vera á Íslandi eins og núna yfir jólina sem er snjór og nánast myrkur allan sólarhringinn? Það er bara allt öðruvísi, sko. Já. Það er bara, þú veist, ég labbað og farið út að hlaupa bara á bumbunni og klæðist aldrei peysu, sko. Og ekkert mjög oft buxum, sko. Og þú veist, þú fær bara sólarljósið í augun bara klukkan 7 eða 6 eða hvernig sem sólin kemur upp að mismunandi tímum. Og síðan er bara, sko, ég bý á Venice Beach og Venice Beach er bara þekkt fyrir, þú veist, rauninni stórskrítið fólk hana, það er wellness-fólk og það eru tech-brósar, sko. Já. Og ég svona semi-fitta undir bara allt, sko. Allavega, þá það er svo mikið wellness-menning hana, þannig að það er rosa, normið er bara að æfa 2 á dag. Já. Og þegar þú ert í því umhverfi þá smitastu bara frá því að það sé bara, veist, ég held að ég var einhver svaka kall að geta hlaupið langt og lyft þungu, sko. Ég mæti því bara hann í hlaupahópinu, það er allir bara, þú veist, það er bara normið, sko. Já. Þannig ég er engin svaka kall lengur, sko. Og þannig að það, þú veist, það auðvelda fyrir mig og ég er náttúrulega með ströndina, þú veist, 400 metrar frá íbúðinu minni, þannig að auðvelda komast til náttúrinu. Með ísbað upp á þaki sem þú hefur komið í og sem er Í rauninni ekki ísbað, heldur bara frystikista. Já, frystikista, sko. Já. Þannig að það er auðvelt að fara í það, það tekur mér nokkuð skref til að komast í á mótnana. Já. Gimmi er rétt hjá mér og já, hann að ég myndi segja, sko, heilbrigðis, sko, það er auðvelt fyrir mig að vera heilbrigður en það er ennþá auðveldara úti. Já. Af því að umhverfið bara býður upp á það. Þannig að það ert ekki með myrkrið. Og þú ert kannski ekki, jú, það eru ógeðslega margir sem eru heilbrigðir en það er bara annað level í Los Angeles, skilur mig. Já, einmitt. Og já, hann að það er svona munurinn kannski svona heilbrigðislega séð, sko, en síðan er ég ekkert, þú veist, ég er að lifa bara, þú veist, ég vakna klukkan 5 og ég er ekkert hættur að vinna innan gæslappa fyrir en kannski 6:30, 7 og þú veist, þetta er bara full on allan daginn, sko. Já. Og þú veist, þannig að ég er ekkert eitthvað farið einhver geggjuð LA-partí hverju helgi og bara, þetta er ekki eins mikið glamúr líf eins og fólk kannski heldur, skilju, ég bý í Los Angeles en ég er bara í minni rútínu
Já, og bara með minn lífstíl sem ég elska, sko. einmitt. En þú veist, það er ekki eins og maður sé bara eitthvað að poppa ykkur kampavín hægri vinstri og bara Þú ert ekki, partíum með einhverjum frægum ekki mikið í því. Nei, þú Nei. veist, allavega ekki, ég bara lítið sem ekki drukkið úti, sko. Já, ég sá það einmitt þannig bara þegar ég heimsótti þetta, það var eins og að mæti þjálfunarbúður að vakna 5-6 bara til að fara beint upp á þak til að fara í ísbað, sko, Já. og svo bara fara beint á æfingu. Og þá einmitt eins og við tölum þá, sko, þú veist, við erum að vakna 5-6 til að fara í ísbað og þá var einhverju sem er ennþá í einhverju eftirpartí eða þá á jamminu, sko. Já. Tveir mismunandi lífstílar, sko. Þetta er það og ég svona segi við flest alla sem alltaf koma að heimsækja mig, það er svona bara, jú, við höfum ekki gert eitthvað skemmtilegt, þetta var alveg herbúður. Já, Ef fólk fíla það, ég meina, þú fílaði það. já, fílaði það í botn, sko. Það var alveg geggjað, sko. Já, Líka bara gott umhverfi, bara upp á hreyfingu og góða næringu og allt þetta, sko. já, Það er alltaf bara allt annað heldur en hérna heima, sko. þetta er það. Þú veist, þú náttúrulega líka bara geta labbað á milli, ekki þurfa að vera bíl allstaðar, sko. Já, Það er rosalega munur. það er það og það er held ég bara, ég er svona á því að allan að varðandi hegðunarbreytingar, sko, að þá er umhverfið líklega það sem gæti skipt hvað mestu máli, sko. Já. Það er ekki til keks heima, það er ekki að borða keks, sko. Það er bara svolítið svoleiðis, sko. Nei. Og ef með ísbað, ef við með ísbað á toppnum, þá er alltaf auðveldur að fara í ísbaði, skilur. Já. 2 skref. Já. Þú veist. En ef þú væri bara heima hjá þér og þú ættir ekki æfingaföt, þá alltaf væri aldrei æfingu. Ef þú ert æfingaföt og gera Nei. tilbúið, þá alltaf ferð á æfingu. Þannig ég held að sé. Kom með friksjun þarna á milli líka, sko. Já. Ég held að lang flesti sem eru með góða sjálfstjórn, sjálfsaga, þeir hafa masterað umhverfið sitt á þá vegu að jákvæðar venjur eru auðveldari. Já. Og meiri destructive venjur eru erfiðari. Já. Það er meiri þröskuldur Já. eins og það bara þurfa að keyra út í búð og kaupa keks. Já. Já. Af því að þá reynir líka minna á hann sjálfstjórn eða viljastyrk. Þú bara gerir þetta. Einmitt. En hvernig er, sko, verkan sem þú ert að vinna núti? Ertu ekki líka að vinna á einhverju rannsóknarstofu? Jú, ég er að gera allan fjandann, sko. Það er ekki að ég er að vinna á rannsóknarstofu, jú. Ég er að stjórna henni. Við erum náttúrulega að leggja grunninn líka á svona AI veljunaþjálfara. Já. Síðan er náttúrulega mikið búður í Instagrami núna og social media. En er ég búinn að vera að kótsa líka á minna milli og halda fyrirlestra líka. Og það er nóg að vera. Nóg að verkefnum. Já. Það er langir dagar. Það er það, sko. Já. En það er mjög gaman að. En hvernig er þessi svona AI veljunaþjálfi? Já. Hvaða verkefni er það? Það er í rauninni verkefni sem að þegar maður eina ástæðan okkur fór til Bandaríkjanna var að mér langar til að þróa eitthvað skalalegt byggt af sálfræðin sem geti hjálpað fleiri fólki. Já. Maður bara prófa allar þessar leiðir, gefa út bóks, kótsa, halda fyrirlestur og þú heldur fyrirlestur að gefa út bók og hefur kannski lítil áhrif á mikið af fólki. Já. Nú kótsar það hefur mikil áhrif á færra fólk. Já. Ég er svona að finna svona, ok, hvað finnst mér skemmtilegast að gera og hvað eru krafta mínir best nýttir. Þannig að þá bara, þetta er svo fyndið sér ekki að bara þriðji fundurinn með advisorinn mínum eða eitthvað, þá er ég bara, heyrðu, bókana fundin ég er með hugmyndir. Var hann semst höfundur að sem við kallum Perma 4 módelið sem er semst 9 byggingaþættir veljunar. Já. Sem eru, þú veist, ég er búinn að tala mikið um að til dæmis flæði og markmiða árangur í parturæði og náttúra og síðan er, þú veist, sambönd og jákvæða tilfinningar og tilgangur og við getum farið að dýbræði það en allavega komum bara að funda og ég kom bara með svona PowerPoint-kynningu fyrir hann og mentorinn minn úti núna bara. Heyrðu, þetta er mótilið, það er ekki allir meðvitaðir um þetta, svona getum við gert þetta, þannig að fleiri í heiminum geti notið góðs að þessu, svona ætlum við að gera þetta, eru þið on? Skilurðu? Að þau bara voru og skúpa aðvörður sem ég bara, wow, það er sem eitthvað stórt og ég var til í þetta og svona. Síðan er keppni í skólanum og ég var búinn að hitta strák á International Students Day og hann var með bakgrunn í data science og machine learning og var síðan í hagfræðiprógraminu hann í sama skóla og það var keppni í skólanum sem hét Krafi sem er í Drucker háskólanum og Peter Drucker er einn af faðir bara management, mjög stór póstur þar sko, það er skóli minn sko og þá biður hann að hitta með sér Beggi þér langar til að auka veljaðinni í heiminum og mér langar til að byggja eitthvað við ekki bara gera eitthvað saman. Ég presentar þessar hugmynd fyrir hann og hann segir þetta er frábært, ég er með system fyrir þetta
og síðan eftir það kemur náttúrulega AI-inn og Large Language Model verður svona meira inn í almúganum í rauninni, sko. Já. Þannig að byggt á því að þá var ég og hann búin að vera að vinna að þessu og síðan hugsaði ég með mér, hver svona best tenging sem gæti komið með okkur í þetta teymi og ég var búin að hitta einn, bara eitthvað gáfasta gaur sem ég þekki sem var líka góður strákur. Og ég spurði hann, heyrðu, við ætlum að keppa í þessa keppni, ætlarðu að koma með okkur? Hann er bara, ég er on. Við förum í keppnina og vinnum keppnina. Og síðan höfum við bara að byggja þetta síðan þá sko meðfram doktorsnáminu mínu, þannig að við erum bara búin að leggja grunninn. Já. Og núna er doktorsnámið mín að fara að snúast að rannsaka áhrifin frá því að nota hann AI-þjálfara. En basically hvað AI-þjálfun í rauninni, Artificial Intelligence, það er bara að nota, þú veist, basically tölvur eða Large Language Models og Generative AI í staðinn fyrir coach til að hjálpa þér að líða betur eða ná markmiðunum eða bæta leiðtogahæfileika eða betri í samskiptum og við erum svona að fókusera á okkar AI-þjálfurina að bæta veljiðan. Þannig að það sem við erum búin að gera er að og til þess að útskýra svona flestir svona AI-coachar í heiminum í dag er bara í gegnum svona chatbot. Þannig að þú spjalla bara við tölvu basically. Já. Og vanalega eru þessu AI-coachar þjálfaðir í ákveðin sálfræði meðförum og ákveðin tækjum og tólum til þess að hjálpa þér með það sem þú ert að díla við í rauninni. Eða challenge sem þú vilt gera eða markmið sem þú vilt setja þér. Það sem við erum búin að gera, við erum að þróa svona AI coaching kerfi, þannig að þú ferð inn og metið á þessum 9 þáttum veljiðunar og síðan velur einn þátt sem þú vilt vinna í. Metið við frá 0 til 10. 10 er það besta og 0 er það versta. Og síðan þú klikkar á það, þá svarar ég spurningum hvað þú stendur á þeim þátti sem segjum að vera bara jákvæðar tilfinningar og hvað gefur jákvæðar tilfinningar. Það er fyrir podcasti Sigga og ég fyrir á æfingu og þegar ég skrifa og hvað en hvað blokkaði fyrir að eiga jákvæðar tilfinningar? Já, það er eiginlega síminn, sko. Þegar ég skrolla í símanum, sko, þá er það bara alveg, það fyrir hausinn mér bara milljón og svona. Ok, og síðan ertu búin að setja einhverjar upplýsingar sjálfa, ég heiti Beggi, ég er 32 ára og ég bý í Los Angeles og ég hef áhuga á þessu. Og eftir þetta þá skrifar þið að talar og þá býr AI-inn til svona report fyrir þig bara. Þetta er Beggi og hann upplýðir þetta og hérna, geti verið gott fyrir að gera þetta. Og síðan notum við AI til að gefa svona suggestions upp á hvað þessi einsleikur gæti gert til að bæta hana þátt. Já. Það geti verið, þú veist, fyrir mig að vantar jákvæðar tilfinningar það, þú veist, samtíma skrif í náttúrunni eða skrifa þakklætislista eða eitthvað svoleiðis. Og við síðan hjálpum fólki að fara í gegnum síðan chatbot sem við þróar í markmiðsendingu með að taka þetta recommendation í að gera það nákvæmt, mælanlegt, erfitt og með tímalínu á því. Þannig að í staðinn fyrir að skrifa, ég ætla að skrifa meira þakklæti niður sem kannski verið mælt með, að þá er ég búinn að fara í gegnum chatbotinn og þá er allt í einu komið með, já, á öllum dögum vikunar klukkan 8:00 áður en ég fer í vinnuna, þá ætla ég að skrifa niður 3 hluti sem ég er þakklátur fyrir og af hverju. Já. Og síðan erum við og það er svona ferli og síðan fyrir við gegnum 3 önnur skref sem ég þarf ekki að fara djúpt í en það er svona aðeins að byggja í hvatningunni, þannig af hverju ertu að stefna þessu markmiði og svona hugsa lífið þitt út frá hvernig mun lífið þitt breytast þegar þú nærð þessu markmiði. Og það er bara hvernig mun aðrir horfa á þig, hvernig myndir ná meiri árangri í lífinu og allt það fram til göttunum. Og síðan líka bara koma auga á hindranir. Hvað kemur í veg fyrir að ég skrifi í þessa þakklætisdagbók? Hvernig get ég komið í veg fyrir þessi hindrun komið í veg fyrir mér í rauninni? Já. Þannig að, ok, kannski gleymi ég því. Já, ok, ég ætla að vekarlunum í gang klukkan 8 á hverjum degi. Þá man ég beint að ég ætla að skrifa í þakklætislista. Allavega, þetta er svona ferli í mjög stuttumáli og síðan eru að vinna í svona nudging system líka. Þannig að þetta verður svona kerfi að nú er bara með í símanniðinum sem nudgaði bara, heyrðu, þú varst að stefna þessu markmiðina fyrir 2 vikum, hvernig gengur? Viltu laga, viltu setja nýtt markmið og þar fram til göttunum og minna þig svona á Halda accountable. Já, basically. Já. Og þannig að við erum í rauninni að hjálpa fólki að breyta hegðun sem tengist því að ekki bara líða betur, heldur bara fúnkera betur í lífinu, sko. Sama hvort það sé að ná markmiðum með að auka jákvæða tilfinningar í lífinu eða að bæta samböndin, sko. Já. Og þetta er allavega leið til þess að skala þjálfarana því að þú veist, þjálfarinn eins og ég sagði hann eru þróaðir í það sem þjálfarar eru þróaðir í og með auknum gögnum líka þá verður þetta helviti gott, sko, og við erum líka bara að sjá lélegustu útgáfur af Large Language Models og svona chatbots sem við höfum séð á, bara munum sjá til 5-10 ár, hver veit hvernig þetta verður, en
En núna er allan staðan á þessu að ég trúi því að svona AI kótsar bara geti komið í staðinn fyrir kótsa til dæmis sem eru bara nýbyrjaðir, Já, sem eru ekki með, þú veist, þessa reynslu. Þeir sem eru nýbyrjaðir að kótsa, þeir svona eru með alls konar módel í hausnum sem er svona skref sem þeir fara eftir og tilnefna spurningar sem þeir spyrja, það pínu minna svona öryggi í þér sem manneskju, en síðan þú ert þroskaðri þá fer að nota miklu meiri inn í myndina og notar, þú veist, hvað tilfinningar þú ert að upplifa, skoða meira hvað skjólstæðingurinn er að upplifa, tekur kontekstið hjá einstaklingum meira inn í myndina, samhengið þegar að vinna hann eða hvað býr hann og allt fram til göttunum. Þú ert komið svona miklu meiri reynslu og þú reynir hættir að pæla í öllum módelum og tækjum og tólum og svona dæmi. Þú bara hefur það hérna og sem grípur þú kannski aðeins með það kemur upp. Og núna kannski er erfiðara fyrir AI kótsa að replacea þessa reynslu meiri kótsa. En spólum fram 5-10 ár og stöðugt að þróast. já, en þú veist, Já. ég held að kótsa verður svo sem og þerapista verður alltaf til, sko. Og Já. fólk mun vilja spjalla Þú við vilt þá, sko. alltaf eitthvað human Já, connection. ég held það verður alltaf, sko. En þú veist, þeir verða alltaf yfirlega góðir eftir nokkur ár, sko. Já. Hversu langt eru þið komnir með þetta? Er forritið tilbúið eða er eitthvað byrjað hægt að nota þetta? Já, semst, við erum nýbúin að klára núna með front end teimi að klára að gera rannsóknarútgáfu af AI þjálfarunum. Já. Sem verður inni doktorsrannsóknin mín sem fer í gang núna vonandi í febrúar. En við myndum ekki lánsa þessar rannsóknarútgáfu út í heiminn. Nei. Þannig Hvenær? að eftir það þá ætlum við svona að kommersialisa prósessið og gera það bara svona notandavænna í rauninni. Já. Og þannig að það virki svona virki miklu betur. Þannig að þetta er notalegt og ég prófa þetta af og til. Mér finnst þetta geggjað og ég ætla að láta fleiri vini mína prófa þetta og endilega ef einhver sem hlusta og vill prófa þetta bara senda mér e-mail. Þannig að það verður þá svona meðvitaður ákveðin til að gera það fyrir doktorsnámið. Síðan ætlum við að þróa betri útgáfu. Þannig að við erum að leggja bara rosalega góðan grunn fyrir að fara síðan all in. Við erum að tala á næsta ári. Það verður farið í lofti einhvern tímann seint á næsta ári. Það er alveg möguleiki. Kannski svona stefnan staðan núna. Já, svona fer eftir ef ég ákveða að fara all in í það Já. í maí þegar ég klára doktorsnámið þá já, myndi ég Þá fer þetta í lofti. þá fer þetta í lofti. Það er klárt. Já. En hvernig er svona business modelið þá baku þetta? Það eru kannski ekki komin það langt að þróa. Ég maður að pæla því sko að bæði er það bara subscription. Já. Þannig að þú veist, og bara mjög ódýrt sko, við erum að tala um $10-15 kannski. Og þú veist, kostnaðurinn við að fá coach að meðaltali í Bandaríkjunum með $300. Já. Og þannig að flestir hafi ekki efnað því sko. Þú getur fengið svona mestmegnis af því sem gefur allan að byrjandi coach í Það er góða grunn til að vinna með. já, góðan grunn, þannig að það er eitt business model og síðan erum við líka með option fyrir sko coacha að nota þetta í sinni praktík. Já. Þannig að þeir geta nota hugbúna sem við erum búin að gera í að auðvelda ferlið rauninni fyrir, á meðan og jafnvel eftir þjálfunina sko. Þannig að ef þið vinnið þessu fyrir og coachin fær data eða þig, það veit það rauninni meira þig áður en það kemur í tíma og þá er hægt að fara rauninni dýpra fyrr í rauninni. Já. Það þarf ekki að finna út hvað er að og svona. Einmitt. Sem getur tækja og tóla að vinna með Spara mikinn tíma. Já, algjörlega. Og þannig að módelið þar er líka að myndu rukka, við hefum ekki alveg sett fingur á hvernig við myndum rukka coachana, það er byggt á hvað sem marga það eru með. Og síðan í þriðja er að sko, við erum alltaf að hafa human touch í þessu. Þannig að það sem við ætlum að gera, við ætlum að fá human coacha inn á plattformin. Þannig að segjum sér svo að ég sé að vinna í einhverju og ég væri alltaf til í coach. Já. Þá geta verið með einhvern sem passar rosalega vel við þig sem kannski AI-systemi myndi hjálpa okkur að mattsa notendan við ákveðna coacha svo við séum Filtera niður bara. já, og ef einhver vill vinna meira í sér eða þarf meiri hjálp og þá er það næsta síðan, þannig að það eru svona 3 módel sem getum hugsalega fengið tekjur af sko. Já. En þú veist, þá þarfst alltaf að byrja einhverju einu fyrst og síðan byggir og Já. býtur á það sko. Já. Þetta byrjaði á því Já, og keyra á stað. En þetta Já. hljómar eins og þetta sé mjög skalalegt konsept. þetta er það. Þess vegna er ég svo spenntið fyrir því sko. Og þetta er náttúrulega risastór kategóría bara í heiminum, bara self-development. Já, Og er alltaf að vera bara vinsælla og vinsælla. já, ég held að því að við náttúrulega fórum í hraðar og fleira, þannig að við erum búin að pæla mjög mikið í sko business part. Ég held að markastærðin fyrir held ég á the intersection á AI og veljiðin, eða svona wellness, held ég verði 32 billjónir eða eitthvað 2030 eða eitthvað svona. Já.
þannig að þú veist, Þannig að það er markaður fyrir þetta. það er alveg markaður fyrir þetta Já, sko. einmitt. En síðan er það bara, þú veist, ég get talað hérna og sagt að fólki finnst þetta gaman og þetta sé lítur rosa vel út og síðan er bara eins og þú veist, þannig að þetta er business, það er bara markaðurinn segir ef þetta er góð vara eða ekki sko. Já, Það er bara, ég get ekki sagt neitt fyrir að mér komið með notendur sem er actually að nota þetta á reglulegu millibili og fleiri eru að koma inn á plattformin sko. einmitt. Af því að þú veist, það getur allt lítið rosa vel út, þetta er góð hugmynd og svona, sem er bara execution og að fólk, markaðurinn actually takið við þessu og það er bara allt annað peningur sko. Já, þessi er náttúrulega lykilatriði að reyna að koma sér inn á markað eins hratt og hægt er til Já. að byrja að fá feedbacki Já, 100%. til að vinna með í staði fyrir eins og þú talar alla þess að auka features að byrja bara á svona 100%. mest crucial featuresunum og fá feedbacki strax og aðlagast þannig. Já, ekki svona lean startup Jú, methodology. það er svona MVP útgáfa Já, sko. ég er rosalega hrifinn af því sko. Bara setja einhver allt í lagi og gá út og síðan bara fá feedback. Þetta verður ekkert fullkomið í byrjun. Nei. Það er alltaf, það var í Mats takt við mig og sem ég er búin að tala með podcastinu. Einmitt. En ef við förum aðeins inn á Instagrami það Já. verður heldur betur verið að sprungið út á þessu ári. Hvað ertu komið með marga fylgjendur í dag? Ég held ég sé að þetta í 170. 170.000. Já. Já. Hvað varstu með marga í byrjun árs? 10. 10.000. 10.000, já. Já. Það er Ísland, eiginlega. Já. Hvað heldur að hafa orðið til þess að hafi verið svona gífurleg aukning að sprengja ekki þessu í fylgjendum? Ég held að hafi verið nokkrir samverkandi þættir sko. Eitt er bara að ég hef búin að vera, ég reyndar hægt að social media í 3 mánuði frá febrúar í maí. Já. En eftir það þá held ég svona nánast að ég bara posta daglega sko. Og þú veist, aðeins að finna þessu út, tala með front kamerun í andlutinu og stundum gera eitthvað svona vídeo með tónlist og eitthvað svona og ég held að hitti, talandi bara óvænt fólks, óvænt hlutur sem gerist, ég hitti hérna strák sem heitir Alfí sem ég var bara óvænt eftir ég hitti semast vinkonu mína og einhverju 2 gæja sem búi í Ástralíu sem frá Nýja-Sjálandi í Gold's Gym og allt í henni fór ég í hlauphópi með þeim og síðan út að borða með þeim. Þar satt ég á borðið með bara einhverjum 3-4 áhrifavöldum. Þessi var með 200k, hinn gæja var með 1.000.000 og seinni gæja var með 80.000.000 eða eitthvað og annar sem var með 500.000. Og veist, ég var bara hlusta á hans tala og sérstaklega svona alfígur og ég skoðaði Instagram með hans og ég var bara svona heldur gott, svona vibe og þetta er bara svona velgert content. En ég byrjaði að prófa með aðeins áfram og gerði aðeins meira á því og ég er náttúrulega lélegur til að byrja með, sko, þú veist. En aftur að þessu höfðu, maður prófar og maður blánsar og postar og þess vegna er eins og síðan af quantity, fyrst allavega, því að þá lærir að gera betri vídeo og svona og síðan setur það í heiminn og þú veist, aðalega var ég bara að fá like og eitthvað frá vinum mínum og bendaranginum og síðan fólki frá Íslandi að það var að skapa þessu nafn hérna. Já. Ég var að consistency, síðan bara, náttúrulega bara 2 vídeo sem hafa bara sprengt Instagramið mitt, sko. Og það var 1 vídeo hana sem ég ætla bara að tengja mig flest við ísbæði þetta en það var hérna vídeo sem ég setti inn bara nokkuð sko ég setti það bara inn randomly sko ég bara þannig baði einhvern strákum að taka vídeo á mig farin í ísbæðið og það voru myndarlega stelpur í ísbæðinu. Já. Og síðan er ég bara að fara í ísbæðið og ég held fyrir nefið og fyrir onni í kaf og síðan fer ég út úr því og ég setti þetta inn á story fekk rosalega mikið að likeum á storyið og síðan replies á storyið. Það var bara svona pínu, svona, ekki MVP, já, við getum orðað að þannig, svo setjum vídeo út, ég farið eitthvað svona feedback og svona, ok, það getur verið eitthvað var í þetta. En ég bara svona eitthvað heima á mér á þriðjudegi og bara eitthvað svona, mér vantar vídeo, þetta var, set bara vídeoið, finn einhverja óra tónlist, set síðan bara eitthvað, point of view, gaur frá Íslandi að taka ísbæði í LA Já. og síðan bara lónsaði því og ég fæ bara mín basic 10k view eða eitthvað og síðan rétt fyrir svefni klukkan 9 eða eitthvað svona tekið óvænt og refressa síman og allt í bara fór þetta frá 10-20 bara á sko mínútu og ég var bara, já, þetta er að fara væral þetta gæti að fara væral maður en ég vaknaði daginn eftir og bara, já 400.000, ég er væral er þetta ekki að grínast maður 400.000, ég var max búin að fá kannski 30.000 eða eitthvað síðan alltaf, það bara byrjunni sko síðan bara, enda dagsins var þetta bara komið í 2 milljónir og síðan daginn eftir bara 6 og síðan bara 10 og síðan bara, spólum bara núna fram í daginn í dag og þá var þetta bara í 250 milljónum sko. Já. Þannig að það vídeo gaf mér rosa mikið, það var rosalega gott að vera með grunni því að fólk fer að skoða vídeoð og skoða síðan prófælið minn og síðan ákveður að followa sem er rosa gott fyrir mig að hafa verið búin að
búa til grunn áður en ég setti þetta vídeo inn sem óvænt einhvern veginn sprakk. Já, einmitt. Þannig ég fór bara úr 10.000 í örugglega til að byrja með bara, þú veist, 25.000 og síðan 30.000 og 40.000 og 50.000 og þá döblaði ég down á contentið mitt, sko. Þá fór ég bara all in að búa til gott content, bara sagan þarf að vera góð, vídeóð þarf að vera gott, ég var að taka fleiri cool vídeó og svona þróaði system svipað eins og Alfí, gaurinn, og þróaði svona mitt spinn á hans stöfi í rauninni, sko. Já. Og og síðan sprakk annað vídeo á mér og sem komið núna upp í 110 milljónir eitthvað svoleiðis. Þá var ég komið með svona ætli ég komið með svona 95.000 followers eða eitthvað og allt í einu bara, þú veist, sprakk það og síðan hefur maður bara verið að gefa út, myndi ég segja, bara ágætis content núna á hverjum degi og sem gera það verkum að, þú veist, ég er að fá kannski allan að fá 1000 followers á dag, sko. Já, svona mikið. Það er svona bylgjast og ef það fer viral vídeo þá fæ ég kannski 5.000 á dag, 7.000 á dag. Nærðu eitthvað að fylgjast með þessu? Nei, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, ég viðurkenni það alveg að, þú veist, þú farði þetta allt og þá kíkjur meir í símaður, sko. Þú veist, alltaf að kíkja, það er alveg ógeðslega ánægjandi að sjá bara að þú fyrir fresta símaður, það er bara 100 new follow, 100 new comment og 100 new like, allt er 100. Maður er svona, hvað er þetta? Já, og auðvitað verður maður bara áður að kíkja alltaf hann inn og svona dæmi. Já. Og svona misti aðeins stjórn á símanum þá, sko. Já. Myndi ég segja. Sem er mjög skiljanlegt. Já, sem er skiljanlegt og líka bara pínu meiri pressa, þú veist. Já. Það er ekki bara, þú veist, það er ekki bara manns að fara að sjá þetta vídeo, þú veist, það gæti þess svona 250 milljónir verið að sjá þetta vídeo, sko. Þannig að þú ert að vera með allt á hreinu hvað þú ert að segja og setja út og það er munur að tala í story fyrir framann, skilurðu, segjum að, þú veist, 1.000 til 4.000 kannski sem var svona reynsið, það tala bara við, þú veist, 20.000 manns, skilur. Já. 20-30.000 manns í story, skilur. Það er bara allt annað. Einmitt. En þú veist, það var svona pínu meira líka svona pressa og síðan náttúrulega bara svona, ég nú bara mestmennins gaman að því að vera stundum þreytt þegar fólk er að gefa mér skít í komandikörunum, sko, en af því að ástæðan okkur í vídeói sprakk og það var það að ég hélt fyrir nefið og það var sætt stelpa í spæðinu, já. Þannig að fólk var að gefa mér skít fyrir að vera ekki maskulín fyrir að halda fyrir mér nefið. Já. Fyrir að halda fyrir mér nefið og svona dæmi og þá var fullt af fólki að kommenta undir og rífast og segja að Ísland er grænt og Grænland er Ísland sem ég er svo ógeðslega þreyttur af. Og, þú veist, þannig að það var einhvern veginn svona bara, algoritminn var bara, heyrðu, fólk er að elska þetta, ég ætla að spýta þessu út og bara, þú veist, það hlýtur að vera í topp 5 ef ekki topp, ég veit ekki, ég hef ekki séð vídeo sem er hærra á þessu ári, sko. Já, það. Það eru örugglega einhver vídeo sem eru með 500 milljónir eða eitthvað svoleiðis, skilurðu mig? Já. Þetta eru örugglega í topp 10 í heiminum, sko. Sprakk upp. Já, þannig að þetta er svona sagan af því, sko, þannig ég held að sé bara consistency og læra að gera content og síðan einhvern veginn verða randomly happen og sem veit ég núna, þetta er pínu meiri orðið, sko, algoritm leikur, sko. Já. Og veist, ég veit pínu hvernig það virkar, sko. En að því sögðu þá vil ég ekki spila þann leik en ég spila hann samt. Það því að, þú veist, ég vill að contentum mitt sé það mikið quality að fólk horfa á það en ekki það ég sé að hakka algoritmann svo bara að fólk horfa á mig, skilur mig. Já. Þannig ég reyni að ná sweet spotið þar, býti quality content og síðan reyni ég að nota ákveðnar tækni til þess að grípa athygli á fólki, sko. En það er eitthvað sem ég er búin að læra núna síðustu 3-4 mánuðum, sko. Já, einmitt. En hvernig verður þetta svona breytt, svona hugafærinu þínu og fókus, þú veist, þú náttúrulega eins og búin að nefna og ert að gera gríðarlega mikið öðrum verkefnum. Ertu núna áframhaldandi að fara að leggja einhver meira áherslu, einhver meiri fókus á til dæmis eins og Instagram, gera meiri hluti þar? Ekki spurning. 100%. Ég meina, fókusum minn var alltaf þangað til að klára dóttarsámið, var bara dóttarsámið í forgang. Og þú veist, og markmiðið mitt var alltaf að byggja upp rosalega góðan grunn svo að ég geti bara gert það sem ég vildi eftir dóttarsámið. Það var alltaf markmiðið, af því ég má í rauninni ekki vinna í Bandaríkjunum nema að ég vinni, sko, fyrir einhvern annan. Já. Og ég fíla það ekki. Stunni með einhverjum, en ef einhverjum segja mér að gera eitthvað, ég gleymdi því, sko. En það sem Instagram gera kemur bara með þvílíkt mörg tækifæri, sko. Já. Nú allt í einu get ég farið að fá almennilega pening fyrir þetta og þegar ég er búinn að þróa svona raving fans svona, þegar líður á, þá get ég allt í einu byrjað með einhverja vörur, þú veist, coaching eða þú veist, risa asset fyrir fyrirlestra og risa asset fyrir, nú get ég actually farið til agents í Bandaríkjunum að því ég reyndi það því ég flutti út, sko, ég ætla að gefa út bókina strax. Já.
það bara hvað ertu með marga followers á Instagram og hvað ertu með mörg svona speaking gigs plönuð. Ég er bara með 10.000 bara frá Íslandi, það var bara, heyrðu, bara beðið heilsa þér, sko. Nú get ég bara mætt á borðið og bara, heyrðu, Já. 170, ég vil ekki gera þessa bók. Skilur, þannig að það er ógeðslega mörg tækifæri sem koma með þessu, sem ég ætla klárlega að keyra áfram allan og þangað til að ég klára dómsnámið og þetta er bara asset líka, bara segja mér ég veit bara þetta er svo svakalt asset fyrir allt sem ég er að gera. Því Já. þetta tengist öllu sem ég er að gera. Og því meira sem ég er búinn að byggja upp sterkara brand þar, að því betur tengist ég öðru fólki sem er líka árangursríkt, sem vill tengjast manni og líka fæ ég bara rosalega mörg tækifæri sem ég hefði aldrei fengið nema að ég væri ekki með svona mikið fylgi á Instagram og þetta er rauninni bara sami leikur og ég gerði hérna á Íslandi og er búinn að yfirfæra þetta í Bandaríkjana. Þetta er sama system. Já. Sama og ég gerði í Íslandi, þetta er bara miklu stærri leikvöldur í Bandaríkjunum. Aðeins stærri markaður. Já, en það er bara sama. Þetta er það sama. Ég fáka að virka á Íslandi, hann þetta business, og þetta innleiti mjög mikið þar, en sem læri maður rosalega mikið í svona samkynnislegu umhverfi og öðru sér kultúr, Já. sem adjustar það einhvern veginn, en maður sér alltaf einhver mynstur í öllu, sko. Saman hvort það er boltinn, námið, business, á Íslandi, business úti, það er alltaf eitthvað mynstur sem maður getur fyllt, sko. Þannig að já, ég myndi klárlega að nýta Instagram reyningin, sko, hvort ég fari all in í að verða áhrifavaldur, ég ætla ekki að loka það, sko. Nei. Hversu grilla væri það sig ekki? Ef ég bara nýkomið í doktorskrána, svo færi ég bara í eitthvað ferðalag sem áhrifavaldur bara heiminn. Það væri Ég ætla ekki að gera neitt, ég ætla bara í 6 geggjað. mánuði og ég ætla að vera áhrifavaldur, ég ætla bara að ferðast heiminn. Já. Ég er ekkert að segja, það er ekkert eitthvað, ég er ekkert að segja að það sé eitthvað fjarri lagi að ég myndi gera það, sko. Nei, það getur verið að það sé bara næsti kafli. Sko, þetta er málið ekki, ég er með svo margt. Þú þekkir þetta, maður getur gert hvað sem er, nei, hvernig var þetta aftur? Do anything but not everything, þannig að þú getur gert hvað sem er en ekki allt í rauninni. Þannig að þetta tengist allt sem ég er að gera og ég er að vinna í að þróa teymi í bakum mig á öllum þessum stöðum og ég held ég geti gert margt af þessu, en það er sem líka bara seasons, skilur mig. Stundum er ógeðslega mikið að gera í einhverju, skilur, og síðan einhverju öðru og ég tengist allt svo mikið að ég get yfirfært svo mikið frá hverju öðru og það fítar hvert annað. Já. Þannig að ég sé ekki fyrir mér að ég þurfi eitthvað að velja strax, sko. Nei. Þess að ég ætla bara að bíða það kallar á mig mest því ég klára doktorinn, sko. Já, en svo er spurning eins og með Instagram hvort þú þurfur að hamra járnið með það er heitt, sko. Það er einmitt planið, sko. Það er planið. Já, ég verði bara, það gerðist eftir ég fór væral hann í fyrst skipti, sko, þá bara var ég bara, ok, heyrðu, það er bara staðan fyrir því að verja 5 tímum á Instagram á viku, það var bara að fara upp í 20-25, sko. Já. Það var bara, þá líka bara þú farð það og það var líka bara gott búst, skilur, maður er búin að vera bara endalaust að setja inn, skilur mig, og maður fær einhver like og einhver views og svona sem maður fær loksins bara, ok, það er einhver velun það var bara þvíli peppa, sko. Þá fyrir hugurinn að maður reika ekki bara rannsóknir, þá fyrir bara, heyrðu, hvað, þetta getur eitthvað content. Þetta er geggjað story svona fyrir bíró, eitthvað svona, ég ætla að skrifa þetta niður, skilur mig. Já. Þannig að það fyrir full force núna áfram í Instagram eftir áramót og doktorinn og síðan er maður að plana, þú veist, mennsríthrít í Hawaii í mars og þú veist, ég ætla að reyna að fókusera en ég er bara svo spenntur fyrir svo mörgu en... Það er mikið að gerast. Já, þetta er bara, það er gaman að vera til, Siggi, sko, en það er ákveðin lína samt. Maður fílar alveg að vera human líka. Geta verið bara manneskjan sem maður er, sko. Ekki vera alltaf í doing mode, það smá að vera bara. En það er náttúrulega eitthvað sem að gefa maður líka er alltaf að vera að skapa. Ég veit það. Og maður hugmyndum í framkvæmd, sko. Mér finnst það nefnilega svo geggjað, sko. Ég get alveg, ég veit ekki, til þessum business, það er ekki eins og þú sért að gera eitthvað eitt, það er margt inn í businessnum sem þú ert að gera, skilur mig. Já. Þú veist, allt frá bara, þú veist, ekstra áhverjum, þú veist, að gera strategíu, þú veist, að leiða hópiðinn, þú veist, þetta er til fjölbreytt, markasetta, sölu, bara name it, sko. Já, þannig að þú veist, fyrir mér gæti ég aldrei verið í einhverju einu, skilur, ég geti ekki bara, þetta er starfið, þetta gerur allan daginn, sko. Ég þarf að hafa þetta fjölbreytt og ég elska það, gerir lífið bara rosalega gott, það er skemmtilegt. Já. En þú veist, fyrir ég bara, já, ég er með komin mjög sterkar radar á, sko, mjög sterkar radar á hverju ég að segja nei við núna. Og núna, þú veist, markmiðið mitt, sko, þegar ég var áður en Instagram sprakku upp, þá var bara markmiðið, hörru, ég ætla bara, vist ég er í dótsnáminu mig, ætla ég bara að gefa út eins margar af vísindagreinar og ég mögulega get. Já. Þannig að, þú veist, og nú er ég að vinna í bara, þú veist, 8 vísindagreinum og 2 kaflabókum og bókaköflum, skilur. Það er AI coaching og eitthvað rugl, skilur. En allavega, þá
finn ég það bara núna að það eitthvað að biðja mig að gera meira af því, þá ég bara nei, skilurðu. Já, Af því það bara annað fókus hjá mér núna, sko. já, Þannig að ég kom með rosa sterkt svona, hvað ég segja, nei við, en samt finnst mér rosa margt, rosa spennandi, sko. já, einmitt. Já, ég trúi því að mikið temptation. Já, eða það alveg. Hérna, en þú veist, Essentialism bókin er náttúrulega rosalega góð að segja nei við öllu sem er ekki heljas og ég svona, hef bætt mér rosa mikið þar og Já, af því að lífið verður bara, mér finnst lífið verða leiðilegt þegar ég bara, þú veist, ég get alveg tekið tímabil bara, segjum 2 vikur og það er bara massíf rútína, sko, og bara massíf mikið að gera, bara, þú veist, það er bara endalaust af verkefni sem þú ert að skila og þú bara svona, byrjun á fyrstu 2 vikunum ertu bara, hvernig í fjáranum má ég fara að þessu, sem tæklar er bara 1 og 1 og 1 og 1. En þú veist, og þú sefur kannski minna og þú veist, aðeins stressaðari og svona dæmi. Þú veist, ég væri ekkert til í að lífið mitt væri alltaf þannig, sko. nei. Þú veist, mér finnst Þú vilt ákveðið vera að þröskuldur. sprengja ramman aðeins reglulega. Já, Já. já, sprengja rammann og þú veist, eins og ég fór til að hafa í 5 daga um daginn, geta bara farið til að hafa í, skilur. Já, Og ekki það að, þú veist, sleppi því að, ekki það að ég vinni vel, ég tók 2 heila frídaga frá allri vinnu í 2 daga í Hawaii, sem ég ekki gert bara í, þú veist, ég veit ekki, nei, svona 2 ár, sko. Og hérna, að geta gert það án þess að, þú veist, það sé bara, þú ert bara að vinna þetta upp á næsta mánuði, sko. Já. Skilurðu? Það er bara, þú veist, frelsið, skilurðu? einmitt. Mér finnst frelsið sem okkur, ég mun alltaf vinna mikið, ég veit það. En ég veit það líka að mér langar að hafa líf þar sem ég er ekki fangi í vinnunum minnar. Já, Og þú veist náttúrulega allt miklu betur en ég mynda, en að láta peningana vinna fyrir þig og að þú sé mér að skapa það líf og þann business að það getur svolítið unnið án þess að þú setja staðnum, skilur mig. já, Þrátt fyrir að vilja örugglega alltaf vera vinnandi, skilur mig. En Einmitt. að hafa optionin að hafa vera bara, valmöguleika. já, það er eitthvað sem ég er að fara að stefna núna næstu, þú veist, gæti náttúrulega stefnt að því og bara gert það eftir nokkra mánuði, sko, en Já, hérna, þú veist, eftir svona 5 ára var ég til að vera komin á þann stað, sko. já, einmitt. En hvað myndirðu segja svona, þú talar með Instagram og annað og mikið að tækifæra þar, að sé svona mesta áskorun sem að þú ert að glíma við ákvörðan núna og talandi þú veist, þú ert duglegur að setja markmið á 6 mánaða fresti, svo horfir að sé svona, þú veist, áskorun á næsta ári til dæmis, 2025. Já, hver er áskorun næsta ári, 2005? Eitthvað svona sem þú sér núna að þú þurfur að yfirstiga til að koma þér ennþá lengra í þessu að þetta gera. Það er kannski bara fókusin, ákveða að Já. gera færri verkefni, gera þau betur. Já. Klárlega fókusinn. Já. Klárlega, sem ég er búinn að vera að vinna í, sko. Ég má alveg vera ennþá harðar á honum, sko. Og ideally væri bara fókusinn á gramminu og dóttarsaminu núna, sko. Já. Þannig að það er fókusinn, nummer 1, og ég held áskorunin líka dóttarsaminu mínu, af því að það er ekki alfarið í mínum höndum. Það er alltaf svona gagnakjaftaði sem getur senkað stöffu og svona, og ég er búinn að stefna því í 2 ára að útskrifast innan 3 ára í Bandaríkjunum, skilurðu mig, sem er ekkert, þú veist, flestir taka 5-7 ár með þetta og ég er að gera þetta í nýju landi, þetta er bara eitthvað markmið sem ég setti mér og ég vill ná því. Það er klárlega challenge og ég held að þriðja áskorunin mín er að fá fólk með mér í teymi og fleiri. Já. Að hérna, eins og ég gerði bara með hugbúnaðinn sem ég er að vinna í, það er bara communicate a vision og fá bara rétta fólk með mér í teymi sem hefur trú á því sem við erum að gera og vill vinna með mér, sko. Þá get ég einbeitt mér á því sem ég er lang bestur í og það er bara að nota ákveðnar aðferðir byggt á vísindum og reynslu til þess að hjálpa fólki að við hvaða markmið eða hvaða vandamál sem maður vill eiga við, sko. Já. Þannig að ef ég get fókusera á það og er með teymi í kringum mig, þá get ég gert ansi margt, sko. Það er svona, já, ég myndi segja fókus, fá teymi og klára doktorinn. Já, einmitt. Það er svona aðal áskorunar og kannski, já, og líka halda mig bara glöðum, sko. Maður hefur verið glaður undanfarna mánuði og hérna að gera sem maður er að gera og hérna hafa rými til þess aðeins að taka hluti inn, sko. Já. Maður er svo, þú þekkir þetta, maður er bara keyrandi áfram og staldrar ekkert oft við og bara Nei. sér sólarljósið, eða kannski ekki í Íslandi, en þú veist, sér náttúruna og aðeins bara svona hvernig líður mér, hvað er búið að vera að gera, hvað er ég ánægður með. Já. Aðeins bara svona, þú veist, fríður og mér finnst ég fá það í Hawaii, þannig að ég vil hafa tíma að nýtt markmið á mér að vera með 3 mini adventure á ári. 3 mini adventure. Já.
Já, Ég heyrði ekki, þú hefur örugglega séð þetta vídeó, það var einhver gaur hérna sem er últrahlaupari sem var með Goggins og man ekki hvað hann heitir, hann er líka entrepreneur sko, búinn að gera alls konar hluti og hann sagði að þú ert með 3 mini-adventure á ári, eða 4 á 3 mánuðum eða eitthvað. já, Þá bara, þú veist, eftir 20 ára ertu bara kominn með hver er reikningurinn? 80? Nei, 20 ár? Jú, eitthvað svoleiðis, já, allan slatti. sirka. Þannig að þú veist, það horfði mér svo mikla þú ert búinn að gera svo mikið og mikla visku en allan að þannig að áskorun mín er að hafa rými fyrir að ferðast aðeins og ég er að vonast til að geta notað Instagram aðeins við það að ferðast Bandaríkin og ég vil fara til Ástralíu og fara til Hawaii aftur og Já, ferðast aðeins meira, ég verð til að gera það. lifa og upplifa. Já, það er alveg þegar maður komið svo tengsl út allan heim sko, þannig að maður getur bara að heimsækja verið í húsi hjá svo mikið af fólki sko, Já, þannig að okkur ekki að nýta sér það sko einmitt. og bara skoða aðra menningu og kynnast fólki og Það er lifa náttúrulega- bara meiri ævintýri. Já, það er náttúrulega galið að gera það ekki sko, með aðstöðun sem þetta í. Já, sérstaklega bara Bandaríkin, það kosti mikið að fljúga, Nei, $100-300 flest allt skilur. einmitt. Þið þekki alltaf einhverju fylki og það er alveg bara að gefa sér leyfi á að ströpta rútínunar. Já. Já, það er oft smá vandamál sko. Já, þegar maður er mikill rútínukall, þá er það svolítið. Já. Einn svona spurning að lokum, þar sem að talandi um stefnun og annað. Hvar sérðu svona sjálfa þig fyrir þér eftir 10 ár? Eitthvað svona ákveðin hlutur sem þú vilt hafa lokið eða áorkað? Verður ennþá úti? Verður kannski komið til Íslands? Þú veist, hvað er svona stóra markmiði? Gefa þér svona víðasýn á það. Ég er með, þú veist, ég er með sýn, hvað ætla að vera, en hún er ekkert bara rosalega, ég mætti alveg vera skýrari, sko. Ég vil, fyrsta lagi 10 ár, þá vill ég vera orðinn, sko, við tökum bara ekki business bakgrunn, þá vill ég bara orðinn faðir, sko. Já, Það er alveg til ég að vera orðinn faðir eftir 10 ár. Með einn krakka, jafnvel 2, þannig að ég væntanlega merki það að ég hefði kona labbað inn í mitt líf. Vonandi er hún ennþá í lífinu mínu eftir 10 ár. Síðan ég er út í Bandaríkjunum, þannig sé ég það fyrir mér. já, Ég fer svolítið eftir mörgu og ég veit það ekki, en það er einhvern veginn eins og ég sé sýnina fyrir mér núna. Þannig að ég er búinn að kaupa mér hús þar, held einhvers staðar í Los Angeles, ég er ekki alveg viss. Og ég er að hafa áhrif á global skala. Þannig að hvort sem það er að AI coachin er orðinn bara super successful og hann er bara allur í heiminum að nota það, eða ég er búinn að gefa út bók sem er búinn að selja bara milljónir, eða ég er að fara út um heiminn og ég er að halda fyrirlestra, þá er ég að hafa áhrif á heiminn, þú veist, sem sagt, globally, basically. Já. Og bara gera þig meira magni í rauninni. Þannig að, og kannski er ég að gera margt að þessu, skilurðu. Kannski verð ég komið með vinsælt podcast, skilurðu. Ég er ekki alveg viss, en ég er með svona óskýra sýn að ég væri allavega að stjórna að leiða eitthvað stórt fyrirtæki sem er að vinna að annarkvort svona í tengslu við persónulega brandið sem ég er að gera, eða sem er að vinna að finna lausn á einhverju flóknu vandamáli sem til dæmis AI coaching er, sko. já, Þannig að, en hvað ég ætla að eiga mikinn pening, þú veist, ég er í rauninni ekki hugmynd, sko, Nei. þú veist, en ég ætla bara að eiga nóg að hann og svo það er ekki ágjur, sko. já, einmitt. Og hafa valmöguleikana. Svo ég hafi valmöguleikana, sko, og það er það sem ekki, ég hef alltaf haft fókusur á að hafa áhrif og peningar hafa aldrei verið vandamál sem afleiðing af því. Já. En að því sögðu þá flytur maður til Bandaríkjanna og það er bara eina sem skilgreinir er bara hvað, maður ekki peningar, sko. Bara hvernig bíl þú keyrir, hvað hús þú átt heim í og hvað vinnur við og eitthvað svona dæmi, skilurðu. Já, Þannig að maður verður alveg fyrir áhrifum frá því. Ég ætla ekki að segja ég stefna á að vera ríkur beint, en samt óbeint stefndi ég að því, sko. já, ég meina að þú gerir það sem þú ert góður í vel og Já. skapa verðmæti fyrir aðra, þá færð þú náttúrulega Nákvæmlega, verðmæti tilbaka. Þannig að það er svona fókusinn minn sem ég er með á, sko. Og ég held að það sem peningar gera er að gefa þér frelsi og gefa þér gera þér lausa við mikla þjáningu. Geta gert þig hamingjusaman, hamingjusamari alveg klárlega. Þú veist, lausari tími, þú getur eitt pening í upplifun með fólkinu þínu. Já. Og það var alltaf svona debate, gera peninga er hamingjusamari eða ekki, en það var nýjasta rannsókn sem sagði að fyrir 80% af fólki sem er hamingjusamt og fær meiri peninga þá gera það ennþá hamingjusamara.
Já, En ef það er 20% af fólkinu sem er óhamingjusamt og fær meiri pening, þá er kappið $100.000 á ári. já, einmitt. Það er sem er áhugaverð rannsókn, sko. Eitthvað ákveðið limit. Það er eitthvað ákveðið limit og sumar rannsóknir hafa sagt að, þú veist, $75.000 per household, þá er engin munur á hamingju. Lítill munur. Þannig að tengingin milli peningar og hamingju verður bara 0. Já, Skilurðu mig? já, En þú veist, nýjasta rannsókn sem ég séð er að, þú veist, hamingja heldur að í formi jákvæðra tilfinninga, hamingja heldur áfram að hækka fyrir fólk sem er hamingjusamt áður en að fær peninginn. einmitt. En síðan vitum við að það gefur hamingju að verja það í upplifun með fólki og það gefur fólki hamingju að fría tímann hjá sér og það gefur fólki hamingju á að gefa peninginn frá sér. Já. En það sem gefur fólki ekki hamingju, það er að fjárfesta í, eða annarkvæmt að fjárfesta mikið í materiál hlutum og að stefna að materiál hlutum. Það er eitthvað sem gefur fólki ekki hamingju. Nei. Ég held að svona stæðsti munurinn sé að þú hættir raun að þá að skipta tímuninum út fyrir pening Já. og byrja raun að nýta peningin til að kaupa meiri tíma, sko. Nákvæmlega. Já. Það er bara, þetta er eins og bara fólki sem kannski, yndislega fólk sem þrýfur húsin hjá fólki, skilur. Þrýfingafólk. Einmitt. Ég meina, þú getur spara 2 klukkutíma bara á viku, skilur, og líka einhver erfiði, þú veist. Já. Ef þú átt meiri pening, þá bara kaupir það. Það er bara meikar sens allan fyrir nýji skólinn hugsa, þetta gamli skólinn myndi alltaf bara þrýfa sjálfur. Einmitt, til að spara peningin. Já, en það meikar bara En þá náttúrulega tapar tímunum aftur á móti. Nákvæmlega. Þannig að ég held að sé alveg rétt hjá þér að frelsið og frjálsi tíminn sem getur þá gert hluti sem gefið virkilega mikinn tilgang og ánægju og gleði í staðinn fyrir að þurfa að gera einhverja hluti sem ég finnst bara drefleiðilegur og taka frá tíma. Já, það er rauninni bara viðhorfið, sko, að átta sig á því að það sem er dýrmætast það sem við eigum er tími, sko. Já, ég myndi bæta við að athygli. Ég myndi jafnvel sko setja athyglinni á undan tíma því við getum veitt röngum hlutum athygli, skilurðu? Já. En ég set eiginlega tíma og athygli svona á sama stað, sko, en ég er alveg sammála því, sko. Já. Þetta er sama flokk. Já, ég myndi segja, þegar maður getur sóa tíma þegar maður veita röngu stöffi athygli, skilurðu? Já, einmitt alveg klálega. Þannig að hvort er mikilvægt, ég veit það ekki. Það er góð spurning. Er það eitthvað sem þú vilt koma inn á lokun? Við erum búin að fara svona yfir við að völl og svona næstu alla söguna höfða frá svona að til Ö. Ég veit að það er ábyggilega eitthvað sem við erum ekki búin að fara yfir. Já, það er örugglega margt sem ég geti, það er örugglega allir komið með nóg að mér núna maður og ég kom með nóg að sjálfum mér þannig að ég geti bætt við einhvern, ég held að þetta er bara búið að vera skemmtilegt að koma og fara svona yfir söguna og ég er bara að tala það sem er í hausnum á mér, ég veit aldrei hvað ég er að fara að segja þegar svona podcast gerast, ég bara læt hugan flæða og fara vondi með samtalinu og reyna að svara spurningunum en það er bara búið mjög þægilegt að spjalla og ég vona að þeir sem hafa hlustað hafa allan að dragi kannski einhverja 1-2 punkta, að taka einhver 1-2 punkt úr þessu sem þeir geta annarkvæmt kritiserað eða tekið með sér í sitt líf og innlið það inn í líf sitt. Geta nýtt sér til þess betra. Vonandi, og ég vona að ég geti verið fyrirmynd fyrir einhverja einstaklingar sem vilja hámarka sem í sér býr og átta sig á að það er meira en bara að fljóta með lífinu, fljóta og vera bara svona kósta sem við orðum að úti að líða bara allt í lagi og vera bara lifa normal lífi sem ég er ekkert að, það er bara flott ykkur ákvæmum það, en það er meira þarna og ég vona að ég sé fyrirmynd fyrir þá sem vilja vera hugurök og virkilega nýta og fullnýta það sem býr í þeim, af því að það er svona eitthvað sem ég vil standa fyrir og leggja allt í sunnal til þess að láta vera veruleika í mín lífi allavega. Já, veit öðrum innblástur. Já, ég myndi segja það er mjög mikilvægt fyrir mig. Já, það er bara geggjað, bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og það var mjög gott spjall. Takk fyrir að spyrja svona góða spurningar Siggi og undirbúa svona vel og hlusta svona vel, þannig takk hérlega fyrir mig. Heiður að fá þig. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.